Komið þið sæl. Hér hefjum við á fréttastofu Stöðvar 2, Vísis og Bylgjunnar okkar árlegu kryddsíld. Líkt og síðast erum við í miðborginni á stað sem heitir Kjarval með útsýn til Alþingishússins og forystufólk flokkana sem þar eiga sæti eru að koma sér vel fyrir við hringborðið ef ekki búin. Við brjótum svo upp umræðurnar með fréttaannálum og tónlistaratriðum og kynnum val fréttastofunar að sjálfsögðu á manni ársins. Þetta verður sem sagt að mestu hefðbundið, en þó ekki alveg. Því í þau 29 ár sem kryddsíld hefur farið í loftið á gamlársdag hefur nefnilega skapast hefð sem við hér á fréttastofunni værum alveg til í að binda enda á. Það eru þetta forréttindi að vera Íslendingur. Býtu nú við, þarna að mæta Davíð Oddsson, forsætis... Nei. Já, nú ekki það er öskan bílstjóra, eins og sumir. Nei. Vona að það er sem aðdraðað. Þá er komin hérna síðasti þátttakandi Davíð Oddsson, forsætisráðherra. Velkomin. En það vantar einn mann, já, Davíð Oddsson. Hann er í þessum tölu orðum að taka upp sitt árlega áramótaávarp. hér er auður stóll, þar sem Davíð Oddsson, forsætisráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins á að sitja, en hann er núna að taka upp nýársávarpið sitt. Og þannig er auður stóll sem að Davíð Oddsson, forsætisráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins mun fylla eftir skamma stund en hann er í upptöku í áramótaávarpi sínu. Já, ég vil bara taka fram að Geir H. Haarde er ekki ennþá komið til okkar. Það er ýmislegt í gangi hér fyrir utan þennan giltasal Hótels Borgar og mikil mótmæli hér í gangi. Það er nú heldur lengra áreitt að taka það fram að forsætisráðherra er nú væntanlegur hérna í þáttinni á okkur. Hún er að flytja sitt ávarp, að taka upp ávarp sitt fyrir sem sýnt verður á sjónvarpsstöðvunum í kvöld, áramótaávarp sitt. Það reyndar vantar eina konu, Jóhönnu Sigurðardóttur, forsætisráðherra. Forsætisráðherra núverandi er ekki kominn, hann er ennþá að lesa áramótaávarpið sem við fáum að heyra á sjónvarpsstöðvunum í kvöld. Já, ég held að. Bíðum að sjálfsögðu eftir forsætisráðherra sem er að ljúka sínu ávarpi á RÚV, kemur vonandi fljótlega. Vantar Sigmund eins og venjulega, hann er að flytja ávarp sitt fyrir kvöldið. Þetta er ekki enn eitt framsóknarsamsærið, Sigurður Ingi kemur ekki sem veist að flytja áramótaávarpið sitt núna. Og svo endanum þar er auður stóll að vanda en þar á heima Katrín Jakobsdóttir, formaður Vinstri grænna og forsætisráðherra. En hún er að taka upp áramótaávarpið sitt eins og venjan er á nákvæmlega þessum tíma á Allt annarri stöð. Tölum ekki hana. Það er ekki alveg allir komnir eins og venjulega. Hér vantar við hliðina á mér Katrínu Jakobsdóttur, forsætisráðherra, en að venju kemur forsætisráðherra aðeins og seint í kryddsíldina, einhverju hluta vegna, kemur ríkissjónvarpið þannig fram við okkur. Já, komið þið sæl og velkomin í kryddsíld Stöðvar 2 árið 2019. Þetta er 29. kryddsíldin og við brjótum blað í sögu kryddsíldarinnar því að það er engin auður stóll. Hér eru 8 forystumenn flokkana á þingi og forsætisráðherra er sestur í stólinn. Katrín, hvað kom til? Já, þú ert búin að hringja svo oft í mig í dag að ég bara þorði ekki hana að mæta á réttum tíma. Nei, ég menna þetta var smá skipulagsatriði. Jú, það var talað að flýta... Og þau sem horfa á áramótaávarpið í kvöld munu taka eftir því að ég les það mjög hratt. Mér er sagt að þú sett svona one take, þú bara lesir þetta í gegn. Það er ekki öllum gefið. Nei, já, þú heyrir margt. Áhugavert. Já. En hingað ertu komin. Forsætisráðherra er mættur, hún er ekki svo eini sem mætt, fjármálaráðherra er mættur. Ástæða til þess að þakka þér fyrir að koma sérstaklega frá útlöndum. Það var bara ekki hægt að sleppa því að vera með ykkur. Nei, maður missir ekki á svona partíi. Nei, þetta er náttúrulega alveg ómissandi. Já, þetta er fallega gert að þér að koma sérstaklega frá útlöndum fyrir kryddsíldunum. Við kunnum að vita það. Já, þú ætlar að bjóða mér í mat í kvöld. Það er matur á borðinu. Og það eru fleiri fyrrverandi forsætisráðherrar hérna sem hafa verið á seinir í kryddsíld. Sigmund Davíð, þú kannast við þetta. Já, og ég man eftir því hvað Stöð 2 var alltaf pirruð yfir þessu og ég treysti að þið munduð útskýra þetta fyrir Ríkisútvarpinu. Ekki gat ég reynt að sannfæra um þetta. En þetta hefur tekist hjá okkur núna og til hamingju með það. Já, takk. Vel að sé vikið. Sigurður, til marks einhverja þróun í fjölmiðlum. Já. Það verður skemmtilega að hafa þetta kannski á 30. árunni svona fallegri tala en 29. En til hamingju með þetta, það er gaman að hafa ykkur öll hérna við borðið og við höfum orðað því hvað þetta væri skemmtilegt hjá okkur í fyrra, þannig að við erum öll mætt í ár. Já, ný hefð verður ekki til fyrir í annað skiptið sem að þetta gerist. Það er rétt. Þannig að það þarf að endurtaka þetta á næsta ári. Þetta er ekki öruggt ennþá fyrir að þetta hefur gerst fyrst. Nákvæmlega. Þá er það hefð. Við erum búin að leggja þessi línu allavega.
En okkur langaði svona að byrja á kannski að spjalla þetta ár sem að klárast, bara hvernig þið hafið upplifað þetta ár, hvað stendur upp úr. Ég byrja bara þér, Halldóra, svona hvað fannst þér standa upp úr þessu pólitíska lífi? Á þessu ári? Já. Já, það nú erfitt að fara yfir allt ári. Ég á til að muna bara það sem gerðist seinast. Ég gæri það fyrir viku. Við tölum það um það sem gerðist þessari viku. En það sem hefur kannski staðið upp úr hjá mér þá, þessi fókus á umhverfismál og þessi mótmæli og þessi von sem kemur frá ungu kynslóðinu og börnunum sem hafa mætt í hverju einustu viku að mótmæla og biðja róttækar breytingar til þess að bara gera betri framtíð fyrir þessar nýju kynslóðir sem eru að koma. Þannig að það er svona stærsta máli sem mér finnst standa upp úr. Og einnig kannski minnist ég á þetta, hvað við erum búin að, mér finnst samstarfið meðal flokkana eins og með Samfylkingunni og Viðreisn, hvernig við höfum náð einhvern veginn að þétta okkur saman og sérst kannski nýjustu könnun, hvað við höfum náð að afreka mikið með því að sýna bara fólki hvað við erum með svipaðar áherslur og vinnum þar að leiðandi vel saman. Mér finnst áhugavert að sjá, til dæmis hjá ríkisstjórninni, þennan fókus á velsældarhagkerfið sem að mér þykir ótrúlega flottur árangur og meira að segja fjármálaráðherra hefur tekið undir það sem að ég átti kannski síst von á að fjármálaráðherra myndi tala velsældarhagkerfið og mögulega færa okkur svona frá þessum gamaldags hagvaxtar hugmyndafræði í hagfræði hugsun. Þannig að þetta eru svona, það eru margir áhugaverðir hlutir búin að gerast og svo erum við líka að sjá meira og meira. Við erum kannski ekki alveg búin að afgreiða eða ganga nægilega vel frá varðandi spillingamálum og annað svona út frá hruninu og við erum að sjá Samherjamálið koma upp og hvernig trú fólks eða álit fólks á stjórnmálum, hvernig við erum ennþá að grafa undan trausti almennings til stjórnmála með því að taka ekki nægilega vel á spillingamálum og sýna ekki hvað í okkur býr varðandi það að geta sýnt almenningi að það er hægt að treysta stjórnmálum og treysta lýðræðinu. Við erum einhvern veginn ennþá að grafa undan þessu bara með því að taka ekki nægilega vel á þeim málaflokki. Allt mál sem við getum haldið áfram að tala síðar í dag. Inga, förum til þín. Hvað hefur svona staðið upp úr á árinu? Þú náttúrulega ferð út úr kosningum með 4 þingmenn og voruð 2. Þetta hefur ekki verið neitt sérstakt ár, eða hvað? Jú, það hefur náttúrulega verið mjög sérstakt og einstaklega ánægjulegt að hvað okkur hefur gengið vel þó, sem eins og þú bendir réttilega á, að vera 2. Flokkur fólksins nú sá flokkur sem hefur lagt fram hlutfallslega langflest þingmannamál, bæði í formi frumvarpa og þingsályktana. Þannig að ég held að við Guðmundur Ingi séum að skora rétt 10 mál á hvort okkar á meðan að þeir sem á næsti koma að sína 4,3 mál. Þannig að ég held að stærðin skipti ekki máli eins og oft hefur verið sagt, það eru gæðin, það er ekki stærðin. Þannig að okkur vegnar vel og okkur líður vel og vinnum vel saman. Nú, ef ég mætti koma inn í kannski til viðbótar, hvað hefur kannski staðið upp úr á árinu, þá þetta ár búið að vera alveg ótrúlega magnað í allar áttir, bæði hvað varðar í rauninni mikla breytingar og sviptingar inni í okkar bara landslagi sem við höfum í rauninni fengið að njóta í dálítið langan tíma, hagvöxtur, stöðugleiki og annað slíkt. Við fengum áföll, gríðarlega mikið af áföllum sem er verið að vinna úr. Það er nú þarna bara í mars strax sem að Vá fellur. Það vita allir hvaða afleiðingar, og í raun ekki, auðvitað vitum við ekki, við erum ekki búin að bíta úr því ennþá í raun og veru, hversu óbóðslega yfirgripsmiklar afleiðingarnar urðu í allar áttir, hvort heldur sem lítur að auknu atvinnuleysi beint í kjölfar á því að þarna eru hátt í 1000 manns sem missa vinnuna eða hvað annað sem er. Nú við erum að upplifa þessa kulnun hjá okkur núna í hagkerfinu. Við erum samt sem áður eins og ég segi að lenda frekar mjúklega með að ég náttúrulega tala hér sem Anna varaformaður fjárlaganefndar. Ég náttúrulega með þetta frá því að ég fekk að minnsta kosti reyna það. Ég alltaf að fá að reyna eitthvað nýtt í mínu pólitíska umhverfi núna og fjárlaganefnd það sem ég svona helst inn í núna. Þannig að þá náttúrulega eðli málsins samkvæmt maður að skoða þá hluti sérstaklega og reyna að vera bjartsýnn, en auðvitað hefur hægst heilmikið á.
En talandi kannski þitt pólitíska umhverfi, þú komst hérna fyrir 2 árum í Kryddsíld til okkar í fyrsta skipti, þá talaður allir hér við borðið væri frábærir og elskulegir og svo komst í fyrra. Ætlaðir að stofna kór? Já, einmitt. Já, en burtséð frá kórnum, það virðist nú vera svolítið mikið að vera, maður áttar sig kannski ekki á því, ég er náttúrulega ekki alveg eins blaut bak þeirra eins og ég var í fyrra og ég var nú rennandi blaut í hitti fyrra, en ég meina þetta er nú alltaf þarna núna og maður áttar sig á því landslagi sem maður er komin í og hvað pólitík snýst, þannig að það er í rauninni allt annað landslag. Auðvitað eru allir hér frábærir, þeir eru náttúrulega bara mismunandi frábærir þegar ég þarf á því að halda að láta þau gera mér til geðs og það gengur ekkert allt of vel, en það eru við 8 flokkar hér og með ólíkar stefnur og strauma, en svona við höfum getað sameinast stundum eitthvað sem við eigum sameiginlegt, en það sem ég finnst líka standa upp úr það er að þau mál sem ég hef aðalega verið að berjast fyrir og stofna Flokk fólksins út á, þau hafa í rauninni ekkert breyst. Fátækasta fólkið á Íslandi í dag er enn jafn fátækt, burtséð frá því þó einhverju fleiri komist til tannlæknis, þar að segja þeir sem ekki þegar hafa mist allar tennurnar af því að þeir hafa ekki komist þangað fram að þessu, eða hvað annað sem er, fólk sem er hér á strípuðum almannatryggingabótum, það hefur ekkert meira, það fær bara sína leiðréttingu núna, vísitölu leiðréttingu áramótin, eins og önnur vísitölu leiðrétting kemur leið á alla aðra þjónustu sem þessi sömur einstaklingar þurfa að nýta, hvort sem það er í formi síma, sjónvarps, rafmagns eða hvað eina, það hækkar hér allt áramótin, svo ég tala ekki skál í boðinu, það vísir þetta bara vatn, en það er alveg sem að hvert litið er. Já, mér heyrist þú hætt við að stofna kórinn. Nei, ég er bara alls ekki hætt við kórinn, en það var bara eftir að koma nú saman, ég náði nú ekki kórstjóran hérna í haust og við erum búin að fá aðstöðun og það er ekkert vandamál, það er bara hvenær erum við tilbúin að hóa okkur saman og hvenær verður það rólegt á þinginu að það skiptir ekki máli, við getum byrjað alveg 10, en það er komið átt í 40 manns í kórinn, þannig að vinnum við þessu á 2020. Kannski syngjum við bara fyrir ykkur í næstu Kryddsíld, hvað segir við það? Mér líst vel á það. En ef við færum okkur yfir til þín, Katrín, hvað svona stóð upp úr á árunum? Ég ætla nú bara að vona að Inga telji mikið með í kórnum, því eini kórinn sem ég hef tekið þátt í, honum var í Rekinúr, 9 ára gömul, og það hefur haft töluverð áhrif á mitt sálarlíf síðan þá, bara svo það sé sagt hér, svona játningar. En árið er þetta búið að vera mjög viðburðaríkt, finnst mér, krefjandi áskoranir til að mynda á sviði efnahagsmála. Inga kom inn á það að VR féll hér tiltölulega snemma árs. Það var mikil spenna á vinnumarkaði hér framan á ári. Í síðustu Kryddsíld töluðum við fátt annað en þau hugsanlegu átök sem kynna að vera framundan, og þess vegna tel ég nú að það sem ber svona í fyrsta lagi hæst eru þetta lífskjarasamningarnir sem marka ákveðin tímumót í íslenskum vinnumarkaði. Ég tel að atvinnurekendur og verkalýðshreyfing hafi þar náð saman nýja nálgun og kjarasamninga sem ég vona að verði okkur veganesti til framtíðar. Það eru auðvitað komið stjórnvöld inn með mjög skýra aðkomu og nú fyrir jól var Alþingi að samþykkja töluvert mörg frumvörp sem eru beintengd þessum samningum, og ég vil nefna auðvitað nýtt skattkerfi og skattalækkun sem skilar sér best í tekjulægri hópana. Ég vil nefna fæðingarorlof sem nú verður lengt upp í heilt ár sem skiptir alveg verulegu máli fyrir barnafólk í landinu. Ég vil nefna barnabætur, ég vil nefna uppbyggingu almennra íbúða sem verður gefið verulega í. Þannig að þetta eru allt mjög mikil félagsleg framfaramál. Á sama tíma höfum við séð Seðlabankann bregðast við stöðunni í hagkerfinu með vaxtalækkun. Við erum með vexti í sögulegu lágmarki sem auðvitað skiptir verulegu máli fyrir allan almenning í landinu. Og mínar vonir standa til þess, þó að það séu þetta áskoranir framundan, kjarasamningar við opinbera starfsmenn, svo dæmi sé tekið, og þörf á aukinni opinberri fjárfestingu, þá standa mínar vonir til þess að við séum að horfa á ekki þær sömu niðursveiflur og við höfum áður séð í íslensku hagkerfi oft taka við á góðærum, heldur stöðugur í stjórn efnahagsmála þar sem þessi 3 þættir koma saman, vinnumarkaðsmálin, peningastefnan og ríkisfjármálin. Svo hlýt ég auðvitað nefna eftir þetta ár loftslagsmálin, því þau hafa auðvitað verið risamál á þessu ár og munu verða það áfram. Halldóra kom hér inn á unga fólkið sem hefur brýnt okkur til dáða. En mér finnst líka mikilvægt að við horfum á það sem við erum að gera og hvað við getum gert betur. Það eru margir með stór orð í loftslagsmálum, en aðgerðirnar eru það sem skiptir máli. Ég satt loftslagsfund Sameinuðu þjóðanna í haust og þar var Ísland beðið að segja frá sínum aðgerðum á sviði kolefnisbindingar, því þar höfum við náð miklum árangri.
Þannig að ég held að það skipti öllu máli núna hvernig við höldum þessu áfram þannig að við séum með raunverulegar aðgerðir sem skila raunverulegum árangri en hugum líka því sem kemur nú fram í nýlegri skýrslu hvernig við ætlum að efla viðnámsþrótt samfélagsins gagnvart þeim breytingum sem kunna að verða. Já, þetta er allt mjög góð mál. Logi, þetta hlýtur að vera þinn hátindur líka að þessi mál skuli allavega nást fram. Já, ég meina, ég auðvitað fagna í góðum málum og ég held að ég hljóta þurfa að draga það fram að gerð samninga í vor skiptu miklu máli og alveg óhætt að hrósa verkalýðshreyfingunni og atvinnurekendum fyrir það að hafa dregið ríkisstjórnina að borðinu eftir að hún hafi komið með svona hálf lélega og vonda skattatillögu fyrst. Ég hefði þó viljað sjá þessa útfærða þannig að það væri jafnvel hægt að lækka enn meira skatt á lág- og millitekjur og koma með hátekjuþrep fyrir okkur sem að getum lagt meira til samfélagsins. Það sem skiptir eins og að máli, það að við hættum að dvelja svona í viðbragðinu alltaf eins og við erum að gera. Við erum að tala ágætismál en við horfum ekki nógu langt fram í tíman og við erum með afleitan kostnað af þessari skammtíma hugsun okkar. Við til dæmis erum með stóra hópa hérna sem eru utan við þessa lífskjarasamninga og ríkisstjórnin getur ekki talað um lífskjarasamninga á meðan þeir ná bara til afmarkaðs hóps samfélagsins. Við erum með námsmenn, við erum með aldrað fólk og við erum með öryrkja, við erum með risastórar kvennastéttir sem enn á eftir að gera samninga við og við skulum bíða þangað til það er búið að mæta þessum hópum, þá getum við ekki talað um neina lífskjarasamninga vegna þess að fólk sem ekki hefur efni á að kaupa sér mat í lok mánaðar, fólk sem hefur ekki efni á að fara til læknis eins og Inga bendir réttilega á, það getur ekki talað um lífskjarasamninga. Fyrir utan það svo að kostnaðurinn sem af þessu hlýfst birtist svo bara annars staðar í samfélaginu. Við höfum bara ekki efni á því mikið lengur að vera með ríkisstjórn sem að hefur svo ólíka skoðun í útgangspunkti að allt sem að frá henni kemur miðjumoð, máttlaust fum. Við þurfum núna tíma stórra aðgerða sem ég hugsaði langt fram í tímann. Bjarni, tekur þú undir þetta? Er hugsað til skamstíma? Er miðjumoð? Nei. Skoðum bara mælingarnar, skoðum bara tölurnar. Hvernig gengur að auka kaupmátt? Hvernig gengur að hemja atvinnuleysið? Það var auðvitað við því að búast eftir að flugfélag sem flutti 25% allra ferðamanna til landsins árið 2018, það myndi gæta áhrif af því á Íslandi. En áhrifin eru miklu minni. 100 metra í þessa átt út gluggann eru byggingakranar. 300 metra í þessa átt eru byggingakranar. Það sem verið að byggja upp fyrir ferðaþjónustuna í landinu. Þannig að það er kraftur í hagkerfinu, þrátt fyrir að við höfum orðið fyrir verulega miklum áföllum og að við skildum ná á árinu 2019 almennum kjarasamningum á vinnumarkaði, þar sem tryggður var kaupmáttur og að í kjölfari skildu vextir lækka í landinu, það er mikið afrek. Og það tryggði kaupmáttaraukningu einu sinni enn. Kaupmáttarvöxturinn sem hefur orðið hjá launþegum á Íslandi hann er sögulegur. Aukningin er gríðarleg á einungis 5-6 árum. Og ég hef tekið það að mér, að benda reglulega á, þetta mun ekki geta haldið svona endalaust áfram. Þannig að við erum að fara að sigla inn í tímabil þar sem að verður vonandi meiri stöðuleiki og meira það að menn leggi frekar áherslu á að það komi eitthvað út úr kjarasamningunum en að nafnvirði launahækkunarinnar sé sem allra mest eða í prósentum. Þannig að þetta er auðvitað stærsta mál þessa árs. Það eru kjarasamningar á vinnumarkaði, máli sem að við höfðum mestar áhyggjur af í upphafi árs. Og þegar við horfum síðan yfir útkomu ársins í heild, þá er það ótrúleg saga af íslenska hagkerfinu að hafa geta komist í gegnum loðnubrest. Þetta er önnur verðmætasta sjávarútvegstegund okkar til áratuga og það var ekkert veitt. Ekkert. En í staðinn eru komnar nýjar greinar eins og fiskeldi og auðvitað öflug ferðaþjónusta. Breytingar í ferðaþjónustunum þessu ári leiddu til þess að neysla erlendra ferðamanna dróst ekkert saman í líkingu við fjöldan sem við töpuðum af ferðamannum. Og þarna er íslenska hagkerfið að sýna ótrúlega mikinn styrk sem aftur birtist í því að gengi hrynur ekki þrátt fyrir þessi áföll. Við erum kannski að stytta svörin aðeins. Sigurður, tekur þú undir með Bjarna?
Já, þið kallið þetta miðjumóð og var eitthvað neikvætt við það og miðið kallið þetta framsóknarmennsku líka. En við skrifuðum þetta bara allt í stjórnarsáttmálann, allt það sem við ætluðum að gera. Og þegar að hann birtist þá sögðum en þetta veri nú ekki mjög metnaðarfullt. Þegar við síðan sögðum, já þetta nú það sem við erum að gera með verkalýðshreyfingunni, þá sögður þið voru búin að skrifa þetta í stjórnarsáttmálann til að fara að fá hérna hrós tvisvar fyrir það sama. Þetta nú akkurat langtímahugsun og hún gengur út á það að ná árangri og alveg sem Bjarni sagði, en horfum bara á staðreyndirnar. Hvað að gerast hér á Íslandi? Við erum að fara í niðursveiflu og ég ætla ekki að vera að endurtaka af hverju þær urðu. En í öllum niðursveiflum sem við höfum séð, þá hefur það gerst að krónan hefur hrunnið, verðbólgan hefur stigið og vextir síðan eru hækkaðir upp. Það er akkurat til gagnstætt að gerast núna. Kallið þetta miðjumóð, kallið þetta framsóknarmennsku. Og ég er mjög ánægður með það og við erum að gera nákvæmlega það sem að þetta samfélag þurfti að gera og það var nákvæmlega þess vegna sem þessi ríkisstjórn var mynduð og hún er að ná frábærum árangri eftir 2 ár. Menna Inga sagði, ég ætla að stofna kór, hún mun taka allt kjörtímabilið að stofna kórinn og hún mun ná því af því hún er dugleg. Ég vil bara ekki koma á æfingu til skammast ykkar. Við erum bara búin að ná ótrúlegum árangri á 2 árum og það er ennþá helmingurinn eftir. En það gerist líka ýmislegt. Við erum búin að á undanförnum árum vera að forgangsraða fjármunum inn í ekki síst heilbrigðiskerfið. Og þar erum við að lækka álögur á fólk og þegar sagt já, einhverjir hérna að fá lægri tannlæknakostnað. Þetta bara skiptir nákvæmlega máli. Að við notum fjármuni til þess að minnka álögur á þá og létta undir með þeim sem að helst þurfa á því að halda. Og það erum við að gera á öllum þessum sviðum. Og við höfum líka verið að horfa á menntakerfið, við höfum verið að taka núna samgöngukerfið í gegn og við erum auðvitað búin að lengja fæðingarorlofið og hrós fyrir það í 3. skiptið. Það er frábært. Við skulum vera komin aftur jafnfætis þeim þjóðum sem við vorum í farabróti á undan, Norðurlöndunum. Við erum búin að fara í gegnum formennsku í norrænu samstarfi sem við fengið mikla athygli út á, lagt áherslu á loftslagsmálin, en það sem gerðist núna bara í desember, eftir frábært veður og allt nokkuð gott, svolítið einhver efnahagsáföll í flugi og frábært veður allt árið, meira og minna svona, og bara allt jákvætt, þá gerist það kemur óveður sem afhjúpar það að við höfum ekki verið nægjanlega öflug á síðastliðinni 10, 15, 20 árum að byggja allt landið upp af innviðum. Og það er það sem við þurfum að gera núna næsta árum. Þorgerður, þetta hljómar alveg óskaplega vel. Þú varst nú þarna ráðherra í nokkrar mínútur fyrir 2-3 árum. Já, svona þetta korter. Í andstöðu núna. Er þetta svona gott? Er það eina slæma sem hefur gerst? Er það óveðrið sem varð á árinu? Já, náttúrulega það er margt fínt. Við skulum bara draga það fram að það er margt ágætt sem hefur gerst. En óveðrið, af því þú talar um það náttúrulega dró fram að það eru innviðir hafa verið látnir alltaf því grotna niður, eitthvað sem menn máttu vita fyrirfram. Það er iðnaðarráðherra búinn að segja það margoft að það er nægir peningar í kerfinu, en samt er ekki búið að byggja upp til dæmis raforkustaura á Dalvík, 30 staura sem hrynja eins og eldspýtur. Þannig að það er ýmislegt sem er að, og mér finnst náttúrulega merkilegt að horfa á þessa ríkisstjórn sem er svolítið að vera eins og breski íhaldsflokkurinn, sem að lofa stanslausum ríkisútgjöldum og gerir ekkert annað heldur en að fjölga opinberum starfsmönnum. Ég er alveg sátt við það að það sé að lækka kostnað í heilbrigðiskerfinu fyrir þá sem að minna mega sín. Ég þarf ekki að borga minna inn í heilsugæsluna við hverja komið þar. Ég þarf ekki á því að halda. Þannig að mér finnst forgangsröðunin vitlaus í ríkisfjármálum. Síðan er bara kannski það sem að þetta ár segir manni, ég tek undir það eindregið. Ef maður að taka eitthvað eitt mál, það er náttúrulega loftslagsmál. Ég held að það sé ekki spurning, þessi vakning ungs fólks, hvernig það er verið að hrista okkur saman og með þess að ýmsir byrjaðar að viðurkenna, það er alltaf skref í rétta átt að viðurkenna að loftslagsvandinn er til staðar þó okkur greinir á aðferðir hvernig á að tækla hann. En það skiptir máli og ég er eindregið þeirrar skoðunar að loftslagsmálin einmitt dragi fram mikilvægi fjölþjóðasamstarfs. Mikilvægi þess að við erum ekki bara í einhverju tvíhliða samningum og við séum eitthvað eyland. Við getum ekki leyst loftslagsmálin öðruvísi heldur en markvissu, einlægu samstarfi þar sem að ríkir vilji þjóða til að taka á þessum vanda og það finnst mér vera eitt stærsta verkefnið. Um leið og 2019 segir mér það að það brýnir okkur sem að stöndum fyrir frjálslyndum viðhorfum alþjóðasamstarfi umhyggju að standa meira saman, að taka slaginn. Því 2019 sagði mér það að það eru margir aðilar hér innan Íslands sem að vilja alþjóðasamstarf
sjá það veikjast, eins og mér segja samningurinn. Það er alveg ljóst að við, já, nei, ég ætla bara að segja, nei, ég ætla að segja, sko, 2019, bæði loftslagsmálin og síðan umræðan utanríkismálin, alþjóðasamstarf, segir manni það að við þurfum að fara þannig inn í 2020 að það verði ekki kyrrstaða. Við verðum að þora í breytingar, byggja upp traust, bæði á þeim vettvangi loftslagsmálunum, en ekki síður líka grundvallar atvinnuvegi þjóðarinnar, við komum örugglega að því á eftir. Byggja upp traust, byggja upp gegnsæi og það þýðir ekki að vera með svona kyrrstöðustefnu eins og ríkisstjórnin því miður stendur fyrir ekki síst þegar við ræðum grundvallar atvinnuvegina. Sigmundur, það verður enginn nefnt þriðja orkupakkann. Nei. Já, ég ætla ekki einu svona nefnum heldur. Ég held að hann hafi fengið ágætisumræðu og menn hafi haft tækifæri til að átta sig á honum. En þegar maður spurði þessar spurningar, hvað bar hæst á árinu, þá yfirleitt dettur mann í hug eitthvað sem gerðist í desember. Minnið næri ekki mikið lengra aftur en það. En það urðu þetta mjög stórir atburðir í desember, eins og þið nefndu hérna áðan, óveðrið. Og ég held við ættum að velta fyrir okkur afleiðingum þess og hugsa til björgunarsveitanna, bændana, línumannana og annara sem voru að gera við mjög gallað kerfi og bregðast við því með því að styðja betur við þessa hópa og aðra hópa sem að hafa liðið fyrir skort á innviða uppbygging á Íslandi sem að hefði geta verið miklu meiri og talandi þriðja orkupakkann, ég ætlaði ekki að nefna hann en fyrst þú komst mér í gang til að mynda afleiðingar af fyrir orkupakkum að skipta upp framleiðslu orku og dreifingu mjög fyrir Ísland. Mjög óhent. Við þurfum að hafa tækifæri til þess að búa til lög og reglur og fyrirkomulag sem að hentar okkar aðstæðum. En þar fyrir utan þurfum við að styðja við þessa hópa og ekki hvað síst björgunarsveitirnar og ég hvet alla til að nota tækifæri á meðan það er opið og kaupa sem mest af þeim, hvort sem það eru flugveldar eða það er hægt að kaupa tré líka. Við ættum kannski frekar bara að skella upp á fjárlög og tryggja fjármagn þannig. Og hlusta það á þáttinn á Bylgjunni ef menn drífa sig út núna. En hvað varðar pólitíkina, þá finnst mér standa upp úr hvað er búið að vera gaman að vera í miðflokknum á þessu ári. Ég heyrði af því í gær að félögum í flokknum, skráðum félögum hefðu fjölgað 70% á árinu, sem var afskaplega ánægilegt. En við hefum líka haft mjög marga góða og skemmtilega fundi í þessum góða hópi. Já, margt skemmtilegt sem við komum hérna fram, en við ætlum að skella okkur í annál og aðeins að líta yfir farinveg á árinu. Skoðum það. Árið sem nú er á enda var kannski óvenjulegt að því leyti að í fyrsta sinn síðan 2015 fóru hvorki fram Alþingis né sveitarstjórnarkosningar. Það dró enga síður til tíðinda. WOW fór á hausinn og Samherjamálið skók þjóðina svo fátt eitt sé nefnt. En við byrjum á þessu. Ég verð að viðurkenna að það var aðeins sett múr í jafnvægi að sjá klausturmenn sitja hérna inn í þessu sal eins og ekkert hafi í skorist, en við verðum víst að halda áfram. Mér brá. Það er bara þykkt andrúmslofti hérna og þeir koma bara svífandi inn eins og ekkert hafi í skorist og ég er ekki einu sinni búið á undan sér. Það er skammir sem ég tek mest til mín í þessu máli. Fékk ég frá móður minni fyrir tæpum 8 mánuðum síðan. Það dró til tíðinda á flugrekstrarmarkaði. Staðan er bara nokkuð góð í dag eftir fréttir dagsins. Þú varst alltaf vissum að þetta myndi ganga eða eitthvað? Já, ég er náttúrulega bjartsýnn að eðlisfari. 2 dögum síðar gerðist þetta. Flugvélar WOW hættu að fljúga í nótt og félagið hefur hætt starfsemi að fullu. This is totally messing up my plans. I have to work. I have other things that's going on. They closed the door on us and wouldn't let us on the plane. 1100 manns missa vinnuna. WOW hjartað, það brotið. 1 flugfélag kvaddi en 9 voru kynnt til sögunar. I think people miss the ability to go out to Keflavik and get on a purple airplane and fly somewhere. Daglegt flug hefst í næsta mánuðum og flugmiðar fara líklega í sölu í næstu viku. Það hefur enn ekki gengið eftir og ekki þetta heldur. Kyrrsetning Max flugvélanna hefur haft mikil áhrif á rekstur Icelandair. Boeing 737 Max vélum Icelandair var flogið frá Íslandi í morgun til vetrargeymslu á Spáni. Þær hafa staðið kyrrsettar frá 12. mars, en nú er loksins komið að því að þær hreyfist á ný. Við teljum að vélarnar verið farnar að fljúga í maí í síðasta lagi og jafnvel fyrir. Mikil ólga ríkti á vinnumarkaði og stærstu verkalýðsfélögin boðuðu til verkfalla. Í stað þess að biðla og bíða skulum við berjast.
Ég má ekkert tjá mig stöðuna, þannig að ég vænti þess að við sitjum hérna eins lengi og forvitin. Það þó vissulega engin vöflulykt hérna í húsinu ennþá. Fjölmiðlar voru svo boðaðir til ríkissáttasemjara á 10. tímanum í gærkvöldi þar sem ljóst var að kjarasamningar væru í höfn. Komumst ekki lengra. En það voru engar vöflur. Það náttúrulega annarkvæm maður orðinn keto eða lágkolvetnað, þannig að þetta orðið svolítið flókið. Annars stemmingin bara nokkuð góð, nema kannski á Reykjalundi. Treysti mér ekki til þess að vinna undir stjórn fólks sem ég hef lýst vantrausti á. Ég bara skil reiðina og undirtónin allt og get ekkert gert með það. Á Alþingi var eitt mál rætt meira en önnur. Þriðji orkupakkinn ásamt 3 málum sem tengjast innleiðingu hans. Þingmenn Miðflokksins voru nær einir á mælendaskrá og veittu þeir hver öðrum ansvar. Já, þetta málþóf. Margar af ræðum félaga minna í Miðflokknum hafa verið mjög upplýsandi fyrir mig. Svo að ég hef aldrei verið eins vel inn í þessu máli eins og akkurat núna. Það gengur allt út af þig. Allt út af þig. Ég vil að þriðji orkupakkinn, þetta aukaatriði, þetta allt háttið og við erum öll með þráhyggju út af þér. Orkupakkinn var jafnframt það þingmál sem fékk mesta umræðu og var hann alls ræddur í 138 klukkustundir. Sem þó öllu styttra en lokun Hverfisgötu varði. Hann var þó ekki útræddur enn. Nei, Sindri, það sér ekkert fyrir endan á þessu. Ef það þjóðremba að standa gegn alþjóðlegum yfirráðum Íslandi, þá ég þjóðrembingur. Þriðji orkupakkinn var samþykktur með 46 atkvæðum gegn 13 á 12. tímanum. Já, við búum okkur náttúrulega undir handspyrnu gagnvart fjórða orkupakkanum. En það var meira drama í pólitíkinni. Þegar Andrés Ingi Jónsson sagði sig úr vinstri-hreyfingunni grænu framboði. Samskiptin hafa verið styrð á köflum. Þið þá búið að líða illa í þessu stjórnarsamstarfi allan tíman? Misvel. Mannréttindadómstóll Evrópu dæmdi í mars síðastliðnum að íslenska ríkið hefði brotið gegn 6. grein mannréttindasáttmála Evrópu vegna skipan 4 dómara við Landsrétt. Og í því ljósi þá hef ég ákveðið að stíga til hliðar. Áttu vona að koma aftur? Ég veit ekkert það. Og við höfum ákveðið að tímabundið taki Þórdís Kolbrún við ráðherraembættinu. Þetta auðvitað fullt starf. Ég ætla að fá aðeins þetta mikið. En Þórdís hélt ekki lengi á lyklunum. Áslaug Arna verður yngst kvenna til að gegna ráðherraembætti. Hún hefur komið að miklum krafti inn í þingið. Ég kom svo hlaupandi hér inn. Fyrsta mál á dagskrá nýs dómsmálaráðherra, leysa löggudrama. 8 af 9 lögreglustjórar landsins, má segja vantreysta ríkislögreglustjóra. Haraldur mætti á fund dómsmálaráðherra fyrir hádegi í dag. Það sem ræður hjaðningavíg. Ástandið óásættanlegt. Orðið starfslok bara ekki á góma á þessu fundi. Og ég hef samið við hann starfslok. Og þá verður hann á fullum launum samkvæmt starfslokasamningi í 18 mánuði. Fyrir mánuð bara ef ég renni því. Mál Seðlabankans og Samherja komst aftur í hámæli á árinu. Ég kalla þetta orðið bara harðsvíra glæpagengi sem ég er búin að eiga við hérna í Seðlabankanum. Helgi Seljan sagði það 20. janúar, þú veist, það var fjörðum, hann átti að taka mig. Nokkru síðar gerðist þetta. Eitt umsvifamesta sjávarútvegsfyrirtæki Íslands, Samherji, er sakað að hafa borið fé á namibíska embættismenn til að komast yfir kvóta þar í landi. Þar sögðu 2 ráðherrar af sér eftir að forseti landsins hafi gefið út að hann ætlaði að reka þá. Af hverju var ákveðið að þú vildir stíga til hliðar? Já, mér bara blöskar á orðið umræði. Samherji er ekkert sálarlaust fyrirtæki. Ég held að núna þá standi þið bara með mér og fyrirtækinu eins og alltaf gert. Íslenskir mótmælendur kröfðust frekari afsagna. Að það sé komið tími til þess að Kristján Þór taki pokar sinn. Kristján Þór er ekki minn maður í ríkið. Ég hef ekki haft nokkur einustu afskipti af rekstri eða starfsemi Samherja frá því að ég satt þar í stjórn fyrir 19 ára. Það var létt stemming þegar norrænir leiðtogar og Þýskalandskanslari sóttu landið heim. Og svo var það þessi gaur. Flugvél varaforseta Bandaríkjanna lendi á Keflavíkurflugvelli. Þá voru leyniskittur leyniþjónustu Bandaríkjanna sem og sérsveitar ríkislögreglustjóra á hverju strái. Ég vil vera hérna til að láta í mér heyra. Og vilja mótmælendur láta í ljós afstöðu sína til Trump-stjórnarinnar. Þá var regnbogafánanum flaggað fyrir utan fyrirtæki og stofnanir, allt í kringum Höfða í dag.
Allt lék í lyndi í borgarpólitíkinni. Við erum að fá hérna bakreikning saman sveitarfélögin upp á 1,4 milljarð. Hvar liggur ábyrgðin á þessum mistökum? Hún liggur hjá stjórnendum svo. Komum til að halda þessu braggamáli áfram til streitu. Kostnaður við mathöllina á Hlemmi fór 79% fram úr upphaflegri kostnaðaráætlun. Þau voru eru nýbúin að borða í dag enda búin að funda lengi og þau fengu önd í matinn. Þetta kallast samgöngusáttmáli höfuðborgarsvæðisins. Þar eru stærstu tíðindin þau að svokölluð borgarlína tryggð. Og síðasti spölur hringvegarins var malbikaðir. En umferðin tók sinn toll á árinu. Alls létust 6 í umferðarslysum og flugslys voru óvenju mörg. Og hafa samtals 4 látist í þeim slysum. Þetta klálega versta veður í allmörg ár. Sprengilagðin svo kallaða hafði mikil áhrif. Hefur rafmagnsleysið valdið því að hús hafa kólnað, starfsemi fyrirtækja lagst niður og bændur í miklum vanda. Hvernig var með útvarpssendingar? Það var allt úti. Það allt í fári bara í sveitarfélaginu og bænum. Þetta í fyrsta sinn sem að þjóðaröryggisráðir kalla sérstaklega saman út af einhverjum svona atburðum í samfélaginu. Forsætisráðherra segir ljóst að tjónið sé mikið. Seint í gærkvöldi fengu viðbragðsaðilar boð að alvarlegt slys hafi átt sér stað í Sölvadal í Eyjafjarðarsveit. Reynir mjög mikið á fólk sem að leita. Talið að maðurinn sem fannst látin í Núpá í Eyjafirði í dag sé Leif Magnús Gretarsson sem féll í ána á miðvikudag. Hann var aðeins 16 ára gamall. Karlmaður lést eftir að það var fallið fram af svölum fjölbýlishúss í Úlfarsárdal á 3. tímanum í dag. Lögreglan rannsakar málið sem sakamál. 4. konan hefur tilkynnt lögreglu meint kynferðisbrot Kristjáns Gunnars Valdemarssonar. Héraðsdómur hafnaði kröfu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu 4 vikna gæsluvarðhald yfir honum. Hann hafði verið í haldi síðan á jólanótt, grunaður kynferðisbrot, líkamsárás og að hafa svipt 3 konur frelsi sínu. Bróðir Jóns Þrastar Jónssonar sem hvarf á dularfullan hátt á Írlandi fyrir rúmum 4 mánuðum segir vonin að Jón Þrastur sé á lífi mjög veik. Kókaínneysla hefur aukist mikið á undanförnu hér á landi og þar að auki efnið sterkara. Núna virðist þetta vera algjör sprenging. Hefur ekki aðeins svallið verið hömlulaust, heldur einnig áhugi Íslendinga á þessari leðurklæddu sveit. Liðsmenn hatara vefiðu borða með fána Palestínu í beinni útsendingu í stigagjöfinni í gærkvöldi. Þetta allt samkvæmt áætlun og ég segi bara skál með ást frá Íslandi. Sólin hefur látið sjá sig dag eftir dag hér á höfuðborgarsvæðinu. Þetta verður besta sumarið hingað til. Krem vegna lúsmís kláruðust í apótekum víða helgina. Þetta lúsmý komið hingað til að vera? Já, og þetta að dreifast alland. Árlegu bátur hestamannafélagsins Sleipnis á Selfossi var í gær. Strákarnir í hópnum fóru berbakt í sjóinn á nærbuxunum en ekki erfitt og flókið að sundríða. Nei, maður heldur bara í faxið og fer með Já, það var einmitt flott veður til þess að sundríða í dag þarna fyrir sunnan en Íslenskir námsmenn af öllum skólastigum hafa tekið þátt í loftslagsverkfalli og mótmælt aðgerðarleysi stjórnvalda í loftslagsmálum. Stúdentarnir krefjast þess að íslensk stjórnvöld bregðist við neyðarástandi í loftslagsmálum. Hvenær viljum við aðgerðir? Núna! Hvenær? Núna! Hvenær? Núna! Hvenær? Núna! Já, það gerist sem sagt ýmislegt á árinu, kannski fleira heldur við munum eftir og hér við þetta borð þá vakti lúsmíð mesta athygli sá ég og heyrði. Það var bara gleðilega að gleyma því. En margt af því sem gerist á árinu hafði til vill áhrif á fylgi flokkana sem að þetta fólk fer fyrir hérna hjá okkur og það birtist einmitt í dag ný skoðanakönnun sem að var með, nokkrar nýjar upplýsingar. Já, það var ýmislegt áhugavert þarna. Við kannski fáum könnunina upp á skjáinn. Það er vert að taka fram að skekkjumörkin eru 2–3% og fylgismunur til dæmis á Samfylkingu og Sjálfstæðisflokki er ekki marktækur. Það er engu síður margt áhugavert þarna. Allir stjórnarflokkarnir missa fylgi. Dalar reyndar töluvert meira hjá Sjálfstæðisflokki og Vinstri grænum heldur en hjá Framsókn. Samfylkingin bætir verulega við sig og mælist þarna efst. Og líka athyglisvert að sjá að Viðreisn nánast tvöfaldar sitt fylgi frá því í alþingiskosningunum og Pírötum vex verulega ásmegin. En ef við lítum til dæmis á Samfylkinguna þarna, hún trónir þarna á toppnum. Logi, þú hlýtur að vera ánægð með þessa niðurstöðu. Hvað er það að gera sem það svona vel til fólks? Auðvitað er maður ánægður þegar maður sér svona, en þetta er skoðanakönnun. Sjáðu hvað hann er flott klæddur. Og það sem að þetta segir okkur, það er að það er hægt að breyta. En það er svo langt síðan að þeir voru nánast bara þingflokkurinn nánast styrkaður út á þingi og þetta er greiðlega viðsnúningur á stuttum tíma undir þinni stjórn. Já, en mér finnst þetta fyrst og fremst teikna upp á mynd
að umbótaflokkarnir í stjórnarandstöðu, Samfylking, Píratar og Viðreisn, eru samkvæmt þessu með 47% fylgi og það hægt að breyta og við þurfum að breyta. Við þurfum auðvitað að auka möguleika okkar á alþjóðasamvinnu. Við verðum að breyta stjórnarskrán okkar. Það þarf að leggja nýjar línur í auðlindastefnu okkar og breyta fiskveiðistjórnarkerfinu og mér finnst þetta sýna okkur að það hægt að gera þetta. Við erum bara á miðju þingi. Þorgerður, þið tvöfaldið samt ykkar fylgi miðað við kosningar. Þið fóru náttúrulega ekki sérstaklega vel út úr kosningunum. Nei, við gerðum það ekki, en leið ég afar þakklátt fyrir þess að við erum, held ég, að bæta við okkur svona hlutfallslega mestu frá kosningum og mjög þakklátt því. En ég segi eins og allir, við þekkjum þetta að þetta skoðanakönnun á miðju kjörtímabili og við skulum bara tala varlega, en á móti kemur að við vorum að fara hérna yfir meðal annars verk ríkisstjórnarinnar og ég hef sagt það margt ágætt, margt miður sem hún hefur líka staðið fyrir, en margt líka ágætt. Ég held enga síður að þrátt fyrir að efnahagsástandið hafi oft verið verra, það reyndar svolítið verið að setja reikninginn inn í framtíðina. Þessi ríkisstjórn finnst mér verið að gera það, hvort sem verið að tala heilbrigðisáætlun eða bara efnahagsmálin almennt, þá svolítið verið að senda tékkan fram í framtíðina. En þá það samt þannig, ég held að það mín skoðun og mín tilfinning að fólk núna, talandi auðlindamálin, ég held að það verði stór prinsip umræða núna í ljósi þess sem gerðist meðal annars á árinu 2019 og þess vegna var ég að reyna að segja áðan að 2019 brýning fyrir okkur, þessi frjálslyndu umbótaöfl og fyrir okkur í Viðreisn skiptir þetta miklu máli að fá vind í seglin upp á það að tala fyrir og ekki hætta því, heldur tala fyrir og standa keik gagnvart lýðskrumi, gagnvart öfgaöflum og fyrir því að breyta stjórnarskránni þannig að það verði raunverulegt inntak í auðlindaákvæði stjórnarskrárinnar. Þannig að leikurinn verði jafnaður og það við byggjum upp traust og gegnsæi, við erum ekki að tala um að kollvarpa sjávarútvegurinn. Sjávarútvegurinn er búin að, í grunninn er búin að vera undirstaða lífskjarabyltingar okkar á umliðnum árum og áratugum. En fólkið er að biðja gegnsæi og aukið traust og fyrir því ætlum við í Viðreisn að berjast fyrir. Það er ekki sami vindur í seglin ykkar megin og kannski ýmislegt gengið á tímabilinu. Þið mistu þingmannur ykkar þingflokki, ráðherra sagði af sér, stjórnarflokkarnir tapa fylgi. Hvernig líður þér í þessu samstarfi? Mér líður bara ljómandi vel og raunar sýnist mér að því við tölum hér sviptingar á fylgi flokka þá sýnist mér minn flokku vera sá sem alltaf með sama fylgið í öllum könnunum þannig að ég lít svo á að við séum með ákveðin fasta því ég held að við séum búin að vera svona 11% núna í 1,5 ár. Já, það svona þið og miðflokkurinn sem auðvitað minna en við fengum í kosningum en við bara þekkjum það vel við Vinstri græn að vera á miklu að eiga sveiflukennt fylgi og þegar ég tók við þessum flokki þá tókst mér nú að fara með hann niður í 5% áður en ég náði að stíga aftur. Þannig að ég hef, þú veist, skoðanakannanir eru ágætar. Ég held hins vegar að ég hef nú meiri áhuga að ræða það sem Þorgerður var hér að byrja að ræða sem varðar stóru málin auðlindamálin og stjórnarskrána og heilbrigðismálin því ég hef mikinn áhuga að heyra hvort að umbótaflokkarnir sem svo kalla sig hér eru til dæmis sammála það að það sé ekki réttar áherslur að draga hér úr greiðslu þátttöku sjúklinga eins og kom hér fram áðan í máli Þorgerðar. Þannig að það nú mikilvægt að taka þessi máli til umræðu. Bara fá viðbrögð frá Bjarna. Þér getur ekki liðið vel með þessa tölur. Nei, en þú veist, hvað getur maður sagt? Þetta þriðja könnunin á 1 mánuði, hinnar eru á allt öðrum stað. Það eru 500 mann sem svara þessari, tók rétt eftir. Þannig að þetta könnun, það ekki marktækur munur á stærstu flokkunum og ef það nú eitthvað sem maður hefur lært á þessum bráðum 17 árum í stjórnmálum að þá það að skoðanakannanir á miðju kjörtímabili segja ekkert og það gefa vísbendingu einhverja tilfinningu fyrir ástandinu eins og það akkúrat á þeim tímapunkti en í vikunni fyrir kosningar höfum við séð fylgi einstakara flokka breytast mörg prósent. En auðvitað maður ekkert gladur að sjá svona könnun, ég ætla ekkert að draga fjöður yfir það, maður ekkert ánægður að sjá svona tölur. Ég held hins vegar þegar upp fyrir staðið að þá muni við njóta góðs af því í kosningum, þegar kosið framtíðina, að skila góðu verki. Og eftir ætlum við að tala einmitt stóru málin, en förum í nokkrar auglýsingar fyrst. Með íslensku áli verða farartæki léttari og útblástur minnkar.
Álið okkar einhver grænasti málmur í heimi. Gleðilega hátíð. Norðurál. Myndform kynnir Rambo, Last Blood. John Rambo mættur aftur í sínu besta formi. Rambo, Last Blood. Komin á DFD og Volleygur. Chevy Bolt með 400 km drægni, verð frá 3.390.000 og allt innifallið. Amerika.is, alltaf ódýrari, sími 558 54 54. Með samstöðu hafa unnist margir sigrar, en við þurfum að halda vöku okkar, verja réttindi og sækja fram fyrir mannsæmandi kjörum, jöfnuði og lífsgæðum. Gleðilega hátíð, Alþýðusamband Íslands. Þrotlausar rannsóknir Öryggisakademíunnar hafa sýnt fram á að hæfileg fjarlægð lykilatriði þegar kveikt á flugeldum. Þetta hreinlega of stutt. Jafnframt aðkallandi að hafa trausta undirstöðu undir flugeldana ef ekki á illa að fara. Hæfileg fjarlægð og traust undirstaða eru mikilvæg atriði þegar átt við flugelda. Slysavarnarfélagið Landsbjörg í samvinnu við Sjóvá. Íslenska nýársheitið lofar að reyna að vinna. Nýársvinningin heim, Viking Lotto. Panodil Extra. Alltaf 37% meiri virkni en í hefðbundnum paracetamol-töflum. Við 5 tegundum verkja, þar á meðal höfuðverk. Panodil Extra. Fist popping, got your mouth dropping, super tongue shocking, feel the taste rocking. Head first, flavor burst, hit 'em with that max taste to free your thirst. So let's go. Ice cold, taste the bowl, burning liver, shiver, giving, gotta love some Pepsi Max. All day, max taste and no sugar, and always loving Pepsi Max. Pepsi Max. Bónus þakkar fyrir allt á árinu sem að líða og óskar landsmönnum öllum farsældar á komandi ári. Norðurál notar umhverfisvæna orku til álvinnslu og uppfyllir strangar kröfur umhverfisvernd og vöktun. Álið okkar einhver grænasti málmur í heimi. Gleðilega hátíð. Norðurál. Já, hér erum við á gamlársdag og velkomin aftur í Kryddsíld þegar rétt tæpir, 9 tímar, það ekki rétt hjá mér, lifa af árinu 2019. Við fórum yfir innlendar fréttir ársins hérna áðan, en nú komið að erlendum fréttaannál gamla ársins. Hér Þórgnýr Einar Albertsson, fréttamaður og fær orðið. Mikill fjöldi frétta barst utan úr heimi á árinu. Fréttastofa fylgdist vandlega með, en segja má að 2 mál hafi tröllriðið allri umræðu. Förum út í heim, Donald Trump og þá að vandræðinu með Brexit. Donald Trump forseta. Donald Trump. Donald Trump. Útgöngu Breta úr sambandinu. Donald Trump. Donald Trump. Útgöngumálinu. Brexit. Trump forseta. Brexit sáttmáli. Donald Trump. Brexit ferlinu. Donald Trump Bandaríkjaforseti. Útgöngu sáttmála Bretlands. Donald Trump. Frestun á útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu. Donald Trump Bandaríkjaforseta. Útgöngu sáttmáli Bretlands og Evrópusambandsins. Donald Trump. Donald Trump forseti. Boris Johnson. Donald Trump Bandaríkjaforseti. Brexit. Donald Trump Bandaríkjaforseta. Framlengingu á Brexit-ferlinu. Já, Trump og Brexit voru dálítið áberandi. Til þess að setja það í innlent samhengi þá voru skrifaðar 15 fréttir af Trump á Vísi fyrir hverja frétt af Guðna T.H. Jóhannessyni forseta. 2 af Brexit fyrir hverja frétt af 3. orkupakkanum. En áður en við vindum okkur í stóru málin skulum við byrja á þessu hér. I may be wrong and I may be right, but I'm right a lot. Demókrataflokkurinn tekur við stjórn neðri deildar Bandaríkjaþings í dag. Dregur þannig úr völdum Donald Trump Bandaríkjaforseta. Our investigation found that the Russian government interfered in our election in sweeping
and systematic fashion. The investigation did not establish that members of the Trump campaign conspired with the Russian government in its election interference activities. The president has repeatedly claimed that your report found there was no obstruction and that it completely and totally exonerated him. But that is not what your report said, is it? Correct, it is not what the report said. Þótt Trump hafi ekki verið hreinsaður af sök eftir Rússarannsóknina kom mál í máls stað. Úkraína í stað Rússlands. Krafa demókrata í fulltrúadeild bandaríska þingsins að Donald Trump forseti verði ákærður til embættismissis verður sífellt háværari. Hvíta húsið leyndi fleiri viðkvæmum símtölum Donalds Trump Bandaríkjaforseta en símtali hans og Úkraínuforseta þar sem Trump bað hann að rannsaka Joe Biden líklegan forsetaframbjóðanda demókrata og son hans. En bandarískir fulltrúadeildar þingmenn samþykktu í dag að formgera rannsókn þingsins á meintum embættisbrögðum Donalds Trump forseta. Fulltrúadeild bandaríska þingsins ákærði Donald Trump forseta til embættismissis. Rannsóknir og ákærur einkenndu ár forseta. Gleyma fyrirhuguðum kaupum hans á Grænlandi, fundi hans með norðurkóreska einræðisherranum og vandræðagangi á landamærunum við Mexíkó. We're talking about an invasion of our country with drugs, with human traffickers, with all types of criminals and gangs. Grænlenska heimastjórnin þvertekur fyrir að Grænland sé til sölu. Og jeg kan læne mig fuldstændig op af Kim Kielsens udtalelse. Selvfølgelig er Grønland ikke til salg. Opfatter det som en joke fra den amerikanske præsident. Leiðtogafundi Donalds Trump Bandaríkjaforseta og Kim Jong-un leiðtoga Norður-Kóreu var óvænt slitið í morgun án árangurs. They wanted the sanctions lifted in their entirety and we couldn't do that. Trump fór líka í heimsókn til Bretlands þar sem ýmislegt var í gangi. Ferðafrelsi gæludýra var meðal annars í stór hættu. Nú óttast breskir gæludýra eigendur að missa þessi réttindi ef Bretar ganga út úr Evrópusambandinu án samnings. Allt stefnir í að útgöngusáttmáli Bretlands og Evrópusambandsins verði felldur á breska þinginu. The danger for those of us who want to deliver, to have faith with the British public and deliver on their vote for Brexit, is that if this vote is not passed tonight, if this deal is not passed, then Brexit could be lost. Theresa May forsætisráðherra Bretlands hefur formlega óskað eftir frestun á Brexit-ferlinu. Útgöngusáttmáli Bretlands við Evrópusambandi var felldur í 3. sinn. Hún óskar eftir framlengingu á útgönguferli Bretlands. Theresa May tilkynnti afsögn sína. To have had the opportunity to serve the country I love. Boris Johnson tók við embætti forsætisráðherra. Breskir stjórnmálamenn leggja nú línurnar fyrir kosningar. Íhaldsflokkurinn komið með hreinan meirihluta og þá ekki búast við því að Brexit fara að klárast. Og það má búast við því að Boris Johnson nái að skila Bretum út úr Evrópusambandinu í lok janúar næstkomandi. En það, og svo það frækin björgunar aðgerð sem fór fram á dögunum þegar slökkviliðsmenn í bænum Olathe í Kansas björguðu dádýr úr bráðum lífsháska. Mótmæli settu svip sinn á árið. Bretar mótmæltu Brexit og víða heim mótmæltu milljónir kúgun, misskiptingu auðs, spillingu og skorti. Ekkert látur á mótmælaöldunni í Hong Kong. Þjóðvarðlið Venezuela beitti í dag táragasi á almenna borgar. 11 hafa látist í fjöldamótmælum sem geisa nú í Síle. أنا طالع على قصر بعبكر لتقديم استقالة الحكومة لفخامة الرئيس العماد Michel Aoun. La vaga general per estar a favor del que estan fent el país espanyol a nosaltres, una tradició que tenim ràbia, perquè el han fet els nostres polítics que estan a la presó, que no tenim culpa de res. Aðgerðaleysi í loftslagsmálum var sömuleiðis mótmælt. Þúsundir fórust í veðurhamförum víðsvegar heiminn. Órangútunum stafar töluverð hætta af árlegum skógareldum í Indónesíu. Our response will be day and night, day after day, week after week, month after month. Fellibylurinn Lekima sá stærsti sem riðið hefur yfir Kína í áraraðir. Hátt í 400 manns eru látin eftir fellibylinn Idai sem gekk yfir Mósambík á dögunum. Também nós nem para comer é problema, nem comida, nem o quê, nada. Og 3 hafa látið lífið í kjarreldum á austurströnd Ástralíu. Að minnstakosti 30 létust í Japan þegar fellibylurinn Hagibis skall á ströndum landsins. Yfir 40.000 brasilískir hermenn eru í viðbragðsstöðu vegna skógareldana í Amazon. Fulltrúar nærri 200 ríkja eru mættir á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna sagði viðbrögðin við loftslagsvánni hafa valdið sér vonbrigðum. Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, lýsir vonbrigðum í niðurstöðu ráðstefnunnar. You are failing us, but the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you.
En loftslagshamfarir eru ekki einu hörmungar ársins. Stríð geisa enn víða. Uppreisnarmenn Húta í Jemen lýstu í dag yfir ábyrgð á drónaárásum á Sádi-Arabíu. Svæðisstjóri Save the Children í Jemen segir mannúðarkrísuna í landinu versna stöðugt vegna borgarastyrjaldarinnar sem þar hefur geisað. Sameinuðu þjóðirnar ítrekuðu í dag ákall sitt vopnahlé í Sýrlandi. Forseti Tyrklands vill ekki semja við Kúrda. Voru misnota Kúrda alla tíð. Leiðtogi hryðjuverkasamtakanna sem kenna sig við Íslamskt ríki féll í norðanverðu Sýrlandi í gær. Vopnahlé í átökum ísraelska hersins og palestínsku skæruliðasamtakanna PIJ tók gildi snemma í morgun. Árið var þó ekki eintómar hörmungar. Við ljúkum þessu á því að skoða hvað blessuð dýrin gerðu á árinu. Já, gaman að enda á fallegu dýrunum, en Katrín, fylgdust þarna með nokkrum merkismönnum í alþjóðastjórnmálum. Þú hitt talsvert af þessu fólki á árinu, það ekki? Jú. Hver stóð svona upp úr? Hver stóð upp úr? Ég nú ekkert ég verð ekkert mikið æst yfir að hitta fólk yfirleitt, Mér finnst fólk bara allt ágætt, almennt. En ég skal viðurkenna það að ég upplifði, ég var aðeins uppnumin yfir því að fá að hitta Elísabetu Bretadrottningu. Já, það kom nú fram á myndunum. Já, af því að ég var einhvern veginn svona fyrirfram, já, hér verður einhver drottning og það mun ekki vera neitt merkilegt, hugsaði ég. Og svo, var bara konan bæði svona dálítið hlý. Og hún var með allt á hreinu hvenær hún kom til Íslands, íslenska hestinn, töltið, þennan einstaka gang íslenska hestinn sem hún ræddi sérstaklega. Og það sem maður bara skynjaði var öll þessi saga sem býr í þessari einu konu. Þannig að ég ætla að segja að mér fannst þetta forréttindi að fá að hitta þessa konu. Svolítið gaman að heyra þetta. Ég var að lesa Krústjóf þegar hann fór til Bretlands á 7. áratugnum og hitti Elísabetu Englandsdrottningu og hann sagði nákvæmlega þetta sama, komur á óvart og svona venjuleg manneskja, almennileg. Við Krústjóf eigum líka langa sögu. Hens hefur líka verið svona... Nú ætla ég að fara úr skónum. Hens hefur líka verið svona almennilegu náungi, auðvelt að tala við hann og... Já, við Mike, eins og ég kalla hann, við erum kannski ekki alveg á sama stað í pólitíkinni. Eða lífinu yfirleitt. Eða lífinu kannski yfirleitt, en það var samt mikilvægt að hitta hann. Af því ég hef þá trú að það er mikilvægt að hitta fólk og samtal er alltaf til bóta. Það munaði nú minnstu að það yrði ekki af því. Nei, en það gekk. Hver gaf eftir? Komst þú fyrir heim? Ég bara stóð við mínar áætlanir. Hans áætlanir voru þetta töluvert á reiki tíma, þannig að allt gekk þetta saman á endanum. Og allir gátu verið glaðir með það. Já, gott. Ægilegt var það. Þú hefur nú hitt eitthvað af þessu fólki líka á þínum tíma í embætti. Var eitthvað sem stóð upp úr þar? Bara góðar sögur sem ég geti deilt með okkur. Já, ýmsar sögur, en ég ætla ekki að deila það í kvöld. Það verður að bíða. En það sem er ávært við þetta, að hitta þetta fólk sem maður hefur bara fylgst með í fjölmiðlum, er að margir sem að kannski virka út af við svona frekar leiðilegir eru bara prýðilegasta fólk, skemmtilegt fólk. Svo er það reyndar á hinn veginn líka að þeir sem hafa þá ímynd að vera svona mjög til fyrirmyndar og allan hátt geta verið hundleiðilegir. Fáðu engin nöfn. Við þurfum að fá nöfn og einhver giska í heiðina. Þú þekkir Já, ég er spennt. En þetta er alltaf ávært að hitta fólk svona í alþjóða samfélaginu innan gæsalappa og ég tek undir með Katrínu að það sem kemur manni kannski svolítið á óvart til að byrja með hvað þetta er allt í rauninni frjálslegt þegar þessir hópar eru að hittast. Það er bara eins og menn sé að hittast á bekkjarpartí eða eitthvað og mjög óformlegt. Ekki alveg þannig. Jú, það er. Já, jafnvel. Það er þannig. Hvaða bekk? Það er ekki saman hvaða bekk. Kemur kannski ljós hjá þér eftir hvernig fylgiflokkana, fer með fylgiflokkana og svoleiðis. Bjarni, þú náttúrulega ert að hitta þetta fólk líka. Er þetta bara svona, já, eins og bekkjarpartí? Já, ég get tekið undir það. Ég hef átt góða samskipti við forystufólk á Norðurlöndunum og farið á NATO-fund með forsætisráðherrum og þar sá maður hvaða áhrif Donald Trump getur haft á svona stóra samkomu með svona þessu oft á tíðum nokkuð hvassa orðalagi sem hann notar. Það er þannig að við erum öll mannleg, þannig að þegar þetta fólk kemur saman þá er það að hitta fólk sem er í sambærilegri stöðu og menn vita að svona fundur verður gagnslaus
menn get ekki aðeins fellt niður varnirnar og grímuna og slaka aðeins á og átt svona heiðarlegt samtal. Og það gerist tiltölulega auðveldlega í við þessar aðstæður. Samt mikil alvara á bakið þetta, Halldór, ef að... Já, þegar menn eru á formlegum fundi, en við erum hérna að tala um þetta spjall sem að menn taka áður en að fundur hefst og eftir og þegar menn aðeins vilja spyrja hvað að frétta og hvernig hefur það og hvernig líður þér bara, sko. Já, en það sem hefur kannski verið að gerast, ef menn margir hafa tekið eftir, Halldóra, uppgangur vald. Stjórnmálamenn sem að taka til sín vald í lýðræðislegu umhverfi sem kannski fyrir og þá horfa menn oft til Ungverjalands, Bandaríkjanna, Brasilíu og fleiri landa. Þetta eitthvað sem þú ert að taka eftir? Já, og það náttúrulega á þessu ári, 2019, og það bætist inn í hópinn þessum öfgakennda stjórnlyndisflokka. Við sáum í Póllandi lög og réttur komist til valda og svo náttúrulega Boris Johnson kominn til að fullnusta Brexit. Og þetta bætist ofan á frekar langan lista og mér finnst þetta vera dálítið áhyggjuefni en ég tel á sama tíma að þetta að gerast, við erum búin að búa við langvarandi óstöðuleika og þverrandi traust á stjórnmálum í dálítið langan tíma og ég hef þetta að gerast víðsvegar heim og ég hef sérstakar áhyggjur af þessu hérna heima út af því að skoðanakannanir hafa sýnt að það skortur á trausti til stjórnmála hér heima og þá mér finnst því miður núverandi ríkisstjórn þrátt fyrir það að það kom út skýrsla sem var skýrsla forsætisráðherra traust á stjórnmálum og því miður að þá finnst mér þessi ríkisstjórn bara hafa brugðist í því að efla þetta traust til almennings og ég held að það hafi bara gæti haft sömu afleiðingar fyrir okkur hérna og í öðrum löndum út í heimi. Ég sé ekki akkur að þetta ætti að vera öðruvísi hér. Að það gerist að fólk leitar til þessara afla sem eru andlýðræðisleg og ala dálítið á einangrunarhyggju, andúð og hatri á tímum þar sem við þurfum mest á að halda að hvetja til samkenndar og samstöðu. Tekur þú undir þetta? Finnst þér vanta skort og traust samkennd? Það náttúrulega alveg staðreynd að til dæmis traust á stjórnmálum hér og pólitískum kjörnum fulltrúum, það náttúrulega alveg, það bara skrapa botninn, það ekki flóknara en það og hver ástæðan? Það í rauninu okkar að stíga fram og reyna að efla frekar traustið en ekki og í ljósi þess að við erum að loka augunum fyrir því að 50% allra launþega í landinu og þeirra sem að fá greiðslur hvort sem það sem launþegar eða annað undir 441.000 krónum fyrir skatta sem þá réttum fyrir þá sem svo heppnir að vera í þessum 50% sem ná þessari fjárhæð þá myndu þeir fá útborgað rétt 300.000 krónur. Það það sem við erum að berjast fyrir og það í rauninni þegar ég heyri hér vera að tala að það sé verið að gera lengja fæðingarorlof frábært. Ég ekki að segja allt sé vond. Allt sem verið að gera sem jákvætt fyrir allt þetta fólk, auðvitað það vel. En þeir verið að tala meðaltöl, þeir verið að tala prósentur og ætla að halda því fram að 20.000, tæplega 20.000 öryrkjar og 20.000 líka eldri borgarar, einstaklingar sem hafa ekkert á milli handana nema beinar greiðslur frá almannatryggingakerfinu að fá á bilinu 220 til 241.000 krónur útborgað og við skulum sitja hér og voga okkur að segja að þetta sé allt í lagi. Og hér skuli vera hálfnað kjörtímabil. Og þetta sama fólk jafn fátækt í dag og það var fyrir 2 árum síðan. Mér finnst það bara algjörlega síðasta sort og ég skilja fullkomlega að þessi þjóðfélagshópur sem við erum að setja hér hjá garði leynt og ljóst algjörlega mannanna verk. Ég skil það fullkomlega að þeir sem ég búin að fá nóg og hafi ekki trú á því sem við erum að gera. Við getum breytt því. Við getum breytt því ef við bara einfaldlega viljum. Við erum löggjafinn, við erum fjárveitingavaldið og við getum forgangsráðið fjármunum algjörlega fyrir fólki fyrst. Já, þið getið gert ýmislegt. Það greinilega komið mikill hiti í þetta, en við ætlum aðeins að... Loksins segja eitthvað, þá var það hitna í öll, því að það var sulli hérna í rauðvíni og hvað geri? Jæja, allt í lagi. Skál í boðinu. Já, það mikill hiti í þessu, en við ætlum að heyra hvað hún Edda okkar hefur að segja. Ég ætla að segja það að nú skiptum við gír. Hann kallar sig Auður. Sval og ferskleikinn bókstaflega lekur af öllu hér, sagði í umsögn tónlistans á einu stigi og við höfum ekki neinu við það að bæta nema hvað. Hér hann, Auður, með lag sem heitir Þreyttur. Gjörðu svo vel.
kvöddust fyrir fullt og allt, fullt og allt. Mér verður kalt á nætuna, nætuna. Ég vona þú sérst einmana, einmana. Svo ég sé ekki einn það. Fram á við, ei skref í einu. Fram á við, skerumst í tvennt. Fram á við, ei skref í einu. Mér langar bara að gleyma þér. Hataðu mig eins og þú vilt. Orðinn of þreyttur á að reyna að gera þetta rétt, að bæta fyrir það sem að mig langar að gleyma. Hataðu mig eins og þú vilt. Núna langar mig að gleyma þér. Mig langar bara að gleyma þér. Að gleyma þér. Að gleyma þér. Að gleyma þér. Við verðum aldrei sammála hvað var að. Hlut af mér mun samt elska þig, sama hvað. Ég held inni andanum, reyna að slökkva á heilanum. Ég lyfti farginu þó glasið brotni í tvennt. Fram á við, ei skref í einu. Fram á við, skerumst í tvennt. Fram á við, ei skref í einu. Mig langar bara að gleyma þér. Hataðu mig eins og þú vilt. Orðinn of þreyttur á að reyna að gera þetta rétt, að bæta fyrir það sem að mig langar að gleyma. Hataðu mig eins og þú vilt. Núna langar mig að gleyma þér. Mig langar bara að gleyma þér. Að gleyma þér. Leyfðu mér að gleyma þér. Að gleyma þér. Leyfðu mér að gleyma þér. Með íslensku áli verða farartæki léttari og útblástur minnkar. Álið okkar einhver grænasti málmur í heimi. Gleðilega hátíð. Norðurál. Starfsmenn og stjórn Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma óska landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Myndforum kynnir The Hustlers. That's stolen money. Þrælgóð mynd með Jennifer Lopez, Constance Wu og Cardi B. What if somebody calls the cops and says what? I spent $5,000 at a strip club, send help. The Hustlers. Komin á DFD og Volleygur. You'll need to marry well. You are not married out much. Well, that's because I'm rich. Women have minds as well as just hearts. And I'm sick of people saying that love is all a woman is fit for. Little Women. Við erum góða möguleika held ég, við erum vel stemmdir. Að stunda íþróttir gerir okkur betri í hverju sem Þess vegna styðjum við þar allar. Lottó. Leikurinn okkar. Lífið fullkomið. Klappi saman hófunum fyrir Tempest skiptuna! Við þurfum hjálp við að bjarga hestabæ. Þegar kemur
þessa skemmtilegu og notalegu nýjáskvöldi með okkur. Stöð 2 skemmtilegri á nýju ári. Ólís býður nú öllum að kolefnisjafna eldsneytisviðskiptin og við greiðum helming á móti þér. Ólís, vinur við veginn. Nú finnur þú rjóman í ísnum. Í umhverfisvænni umbúðum. MS Ís. Sendum félagsmönnum, fjölskyldum þeirra og landsmönnum öllum hugheilar jóla og nýjárskveðjur. Félag iðn og tæknigreina. Nú vita allir hvers vegna björgunarsveitirnar þeysa til fjalla fyrir jól. Nema jólasveinarnir. Þær eru að sækja dót í flugeldaverksmiðjuna sína. Flýtið ykkur á næsta sölustað, björgum áramótunum, flugeldamarkaðir björgunarsveitanna. Útsalan í fullum gangi í Byko. Engar áhyggjur. Þú ert ekki búin að missa af henni ennþá. Sjáumst við ekki? Byko. Skywalker, komin í bíó, góða skemmtun. Parkett og golf gerir hús að vistvænu heimili. 2017 Mercedes-Benz C350e verð frá 3.990.000 og allt innifallið. Amerika.is alltaf ódýrari. Sími 558 54 54. Norðurál notar umhverfisvæna orku til álvinnslu og uppfyllir strangar kröfur umhverfisvernd og vöktun. Álið okkar einhver grænasti málmur í heimi. Gleðilega hátíð. Norðurál. Já, sæl og velkomin aftur. Það komið að hefðbundnum liði Kryddsíld. Við kynnum Val, Fréttastofu, Stöðvar 2, Vísis og Bylgjunar á manni ársins og það Þóri Guðmundsson, ritstjóri, sem fylgir því úr hlaði. Manni ársins 2019 ekki sama framtíðina. Maður ársins knúinn áfram af hugsjón, sannfæringu og ótta. If you choose to fail us, I say we will never forgive you. Maður ársins sér velmegun í stórum hluta heimsins sem byggir á innistæðulausum tékka. Skuldaviðurkenningu fyrri kynslóða skuld sem hann mun þurfa að borga. Maður ársins ákvað að gangast ekki við skuldinni þegjandi og hljóðalaust. Hann fór í verkfall, ekki úr vinnu, heldur skóla. Hann skundaði niður á Austurvöll flesta föstudaga á árinu, lét heyrast í sér og krafðist þess að þeir sem nú eru fullorðnir hegðuðu sér þannig að hann gæti orðið fullorðinn án yfirvofandi alheimshamfara. Maður ársins á Íslandi en tilheyrir óformlegri, alþjóðlegri hreyfingu. Maður ársins ekki einn heldur margir. Menn ársins eru krakkarnir, margir í grunnskóla sem kröfðust réttlætis í loftslagsmálum, kröfðust þess að gripið yrði í taumana, mættu föstudag eftir föstudag með skilti og ákefðað vopni til að knýja fram aðgerðir gegn hlýnun jarðar. Ég hér til þess að mótmæla því að það sé ekkert gert í loftslagsmálum. Sjórinn að hækka og himinn að hitna, en við vitum þetta allt og við bara, við horfum fram hjá þessu hverjum einasta degi. Menn ársins 2019 að mati Fréttastofu Stöðvar 2 Vísis og Bylgjunar ungir loftslagsaðgerða sinnar. Þannig það. Mættu föstudag eftir föstudag, sagði hann, og nú þau komin hingað bara lítið brot af þessum hópi til að vera með okkur hérna í dag, komin á þess að vita öll í hvað þau voru að koma. En ég verð að segja ykkur að þetta eru krakkar á aldrinum 13 ára og aldursforsetinn stendur hérna hjá mér og 24 ára. En hér meðal annars hann Brynjar sem á 13 ára afmæli í dag og ég verð að segja frá því líka að hann flýtti afmælinu sínu til þess að geta verið hérna með okkur í þessari útsendingu. Til hamingju með afmælið. En Þorgerður María Þorbjarnardóttir, þú ert talsmaður núna í dag, þið dreifið þessu nú og skiptið þessu á okkur. Loftslagsverkfallsins sem hefur skipulagt og haldið utan verkföll ungra aðgerðasinna á Austurvelli.
í 44 sinnum, ekki satt? Jú, mikið rétt. Já, og þú sagði mér á einu stigi að ykkur teldist til að þetta væri svona 40 sem hefðu mætt á Austurvelli og tekið þátt. 4.000. 4.000 segi. Svona samtals kannski sem að hafa komið í öll skiptin. Já, í öll skiptin. Já, þetta svona kalt mat. Já, hvað segir þetta okkur sko? Eru þessir krakkar mætaðir þarna aftur og aftur full af hita og einlægni? Já, og þetta eru oft sömu krakkarnir og svo bætast við nokkrir svona inn á milli og svo þegar við efnum til stórra mótmæla þá sjáum við fjölmenni en þau eru í miklum eldmóði og eru taka mikið frumkvæði og hafa meðal annars byrja sitt eigið hlaðvarp sem heitir Loftslagsvarpið. Bara nýlega? Já, bara fyrsti þátturinn kom í gær. Já. Og það þau sína frumkvæði fyrir þessu svona, við mætum hana bara til að vera þeim innan handar sem erum að skipuleggja þetta. En þessi þáttaka og þessi fjöldi, hvað segir þetta árangurinn sem þið teljið ykkur hafa náð? Ég held að árangurinn sé mestmegnis bundinn við samfélagið og vitundavakningu og fólk orðið meðvitað og fólk orðið kvíðið og fólk komið með samviskubit yfir neyslunni sinni og yfir flugferðum erlendis og bílunum sínum og slíku. En okkur þykir ekki nægilega mikið af aðgerðum fylgja hjá stjórnvöldum og fyrirtækjum. En nú sko eru kannski yngstu krakkarnir sem taka þátt í þessum verkvöllum 9-10 ára? Eitthvað svoleiðis. Já, finnið þið fyrir kvíða hjá þessum krökkum, gagnvart þessari hamfarahlýnun eða því sem búast má við í framtíðinni? Já, við finnum það. Þau eru með miklar áhyggjur af framtíð sinni og barnanna sinna og hvernig heimurinn mun koma til með að þróast. En ég held að það sé mikilvægt fyrir þau að fá útrás fyrir það að mæta á slíka fundi og fá aðeins að tala við ráðamenn. Við náum að koma alls konar skilaboðum til skil og þá líður manni sem að sé að gera eitthvað í málunum og þá minnkar kvíðinn. Munið þið halda áfram á nýja árinu eða er einhver hætta á því að þetta bara lognist út af? Nei, þetta er bara maraþon og við erum bara rétt að byrja og við komum bara til með að halda áfram núna hvern einasta föstudag þangað til að við sjáum bara gríðarlega minnkun í losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi og bara heiminn allan. Nú stöndum við hér á gamlársdag. Já. Og á miðnætti þá verður skotið upp flugeldum. Mikið rétt. Grið og erg, væntanlega. Já. Hvað segir þá? Nú verð ég bara að upplýsa það því ég veit að þú ert í björgunarsveit eða á undirbúningsnámskeiði fyrir björgunarsveit og þú ert að selja flugelda þessa dagana. Já, það er svona, þegar maður er partur af samfélagi þá tekur maður þátt í því og mér langaði að vera í björgunarsveit og þá tek ég þátt í því starfi sem þær eru með þrátt fyrir að ég gagnrýni það innan samfélagsins. Þér hugnast þetta væntanlega ekki? Nei, ég var alveg til að sjá aðrar leiðir fyrir björgunarsveitir að afla sér tekna. Það hefur skapað svo hefð hér í Kryddsíld að maður ársins eða menn ársins fái að leggja einhverja spurningu fyrir þau forystu flokkana sem situr hérna við hringborðið. Hver myndi nú verða ykkar spurning ungra loftslagsaðgerða sinna? Já, ég varpa til ykkar. Núna er árið á enda runnið og við erum ennþá hrædd framtíðin okkar og þið hafið eitt tíma í orð en takmarkaðar aðgerðir og ég spyr ykkur, ætlið þið að grípa til þeirra aðgerða? Já, aðgerða. Já, grípa til þeirra aðgerða og verja því fjármagni sem að sérfræðingar á vegum Sameinuðu þjóðanna og vísindamenn hafa sagt nauðsynlegar til þess að lífríki jarðarinnar eigi sér farsæla framtíð. Beinum þessu yfir á borðið. Já, það felst gagnrýni í þessari spurningu. Heldur betur, það er stórt spurt. Katrín, já eða nei? Já, ég segi nú í fyrsta lagi bara til hamingju með þessa tilnefningu og hún er mjög við hæfi, finnst mér. Ég vil nú segja það að núverandi ríkisstjórn er fyrsta ríkisstjórnin sem setur fram fjármagnaða aðgerðaáætlun vegna loftslagsvárinnar. Og þær aðgerðir voru að fara af stað á þessu ári og þær fyrstu aðgerðirnar, flaggskipin, eru annars vegar orkuskipti í samgöngum og hins vegar kolefnisbinding. Þar sem við munum sjá árangur fara að skila sér til að mynda miðað við 2030 munum við binda 50% meira kolefni en nú er. Við sáum sömuleiðis að því hér var rætt atvinnulífið og það er mikilvægt að ræða ábyrgð atvinnulífsins þegar kemur að loftslagsbreytingum
að fjárfestingar í orkuskiptingum núna nema það bil hálfu orkuskiptum í samgöngum eingöngu, nema það bil hálfu milljarði þar sem atvinnulífið að koma með mikið mótframlag. Við erum að sjá einstakar atvinnugreinar vera að setja þessi markmið kolefnishlutleysi. Þannig að ég vil nú segja það, kannski að því að ég er bjartsýnismanneskja í eðli mínu og satt Parísarfundinn 2015 þar sem Ísland skrifaði undir forystu þáverandi ríkisstjórnar, skrifaði undir Parísarsáttmálann og skuldbatt sig til að grípa til tiltekinna aðgerða. Nú erum við að sjá þessar aðgerðir, það mun ný aðgerðaáætlun til að svara spurningunni sem hér var lögð fram, líta ljós á 9 ári. Og ég hef auðvitað ekkert talið upp allt sem við erum að gera, hvort það rafvæðing, hafna, aukni fjármunir í rannsóknir og nýsköpun á þessu sviði sem líka mun skipta miklu máli. En við erum að hlusta á vísindin, við erum að stórauka framlög til þessa málaflokks og forgangsraða með breyttum hætti og við erum að sjá atvinnulífið sömuleiðis setja sér markmið sem mér finnst vera mikil verðmæti fyrir Íslands samfélag. En þau eru að segja að þetta sé ekki nóg. Ert þú ánægð með það sem þið hefur gert á árinu? Það hefur engin ríkisstjórn staðið sér betur í þessum málum en okkar ríkisstjórn og ég er ánægð með það sem við höfum gert. En ég er líka meira? Nei, en það er hins vegar ný áætlun á leiðinni og ég er líka meðvituð það að við þurfum að setja okkur raunhæfmarkmið og ná árangri í því sem við erum að gera. Og það er bara vegferð, þannig að ég held að það er alltaf hægt að gera betur. Get ég svara játandi, en ég er líka þeirra skoðunar að vanda okkur og tryggja það að aðgerðina skili sér. Það hefur mikið verið rætt á þessu ári orð og aðgerðir, yfirlýsingar. Við erum búin að sjá þjóðir til að mynda vera að lýsa hér yfir neyðarástandi í loftslagsmálum. Sömu þjóðir hafa svo beinlínis ráðist í nýja olíuvinnslu, nýjar kolanámur og ekki lagt fram nein aðgerðaplön. Þannig að ég held horfum frekar á það sem verið að gera og einbeitt okkur að því að aðgerðirnar sé í takt við það að við séum á sama tíma að tryggja velsæld alls almennings, að tryggja blómlegt efnahagslíf, því annars munum við ekki ná árangri í þessari baráttu. Bjarni, það er orðið nokkuð ljóst að við munum ekki ná að standa okkar skuldbindingar samkvæmt Kyoto-bókuninni. 2020 að renna upp. Við þurfum þá væntanlega að kaupa einhverjar auknar losunarheimildir. Er einhver verðmiði komin á það verkefni og er þetta ekki kannski ákveðin áminning að við höfum bara byrjað of seint og við höfum sofið að verðinu? Já, ég held að það eigi við mun fleiri þjóðir og þær nýjustu skuldbindingar sem við höfum undirgengist eru hluti af okkar aðgerðaáætlun og þar erum við að setja okkur markmið sem eru metnaðarfyllri heldur en við höfum undirgengist að gera á alþjóðavettvangi. Bara núna á morgun er að taka gildi ýmis lög sem að tengjast þessum málum beint. Við erum að þrengja að notkun flúorgastegunda, við erum að koma með skattalegar ívilnanir til viðbótar við það sem áður var búið að gera. Við erum að setja milljarða á hverju einasta ári í sérstaka hvata, í ívilnanir til þess að reyna að leiða fram orkuskiptin. Og að því leiturum til er ég ekki sammála að það sé ekkert nema orðin ein sem að heyrist frá þinginu vegna þess að við vorum í röð að afgreiða lög núna á þessu þingi sem að beinlínis tengjast aðgerðum stjórnvalda og þessum yfirlýsingu sem á undan komu. Hvort að við höfum brugðist við of seint, ég skal ekki segja. Ég held að við þurfum líka að skoða þetta mál í stærra samhengi og við Íslendingar ættum kannski að fara að beita rödd okkar mögulega betur á alþjóðavettvangi til þess að þrýsta á þá sem eru mun stærri og alvarlegri skaðvaldar hvað þetta snertir. Þar eru sums staðar einhverjar hreyfingar, breytingar, en maður hefur áhyggjur af spennunni í alþjóðaviðskiptunum þessar mundir, milli Bandaríkjanna og Kína, svo dæmi sé tekið, sem að geta beinlínis grafið undan árangri á þessu sviði. Þar geta ákvarðanir einstakra manna haft 100-föld áhrif með það sem við getum mögulega gert hér á Íslandi, jafnvel þótt að við ætlum að gera allt það sem að til okkar friðar heyrir. Við ætlum að standa okkur vel, en við verðum samt að vera meðvituð það hvað er að gerast í alþjóðasamhenginu. Þorgerður Katrín, það heyrðist því miður ekki nógu vel í þér þarna í upphafi þegar þú akkur að tala loftslagsmál. Já, það er örugglega margir sem fagna því, sko. En þetta var mjög hvöss spurning hins vegar. Þeim finnst lítið hafa gerst, þrátt fyrir að hérna megin borðsins séu aðrar skoðanir.
Erum við búin að gera nóg, hefði verið hægt að gera meira og höfum í huga það ekkert sérstakt efnahagslíf í gangi núna, hagvöxtur ekkert óskaplega mikill og aðgerðir hafa áhrif á það. Nei, við erum ekki búin að gera nóg. Já, ég vil hrósa ykkur á Fréttastofu Stöðvar 2 fyrir að hafa valið nákvæmlega þau. Skilaboðin voru mjög skýr og þó að ríkisstjórnarflokkarnir vilja ekki hlusta endilega á krakkana, þá eru skilaboðin skýr, þið eru ekki búin að gera nóg. Og það einfaldlega þannig að við Íslendingar við erum meðal þeirra þjóða, meðal við einstaklingana sem að eyðum mest, við losum mest á Norðurlandaþjóðunum. Markmið okkar eru ekki eins góð eins og Evrópusambandsins, viðmiðin sem við höfum sett okkur, þannig að við erum ekkert búin að gera nóg. Auðvitað góður vilji og það eitt og annað sem í bígerð sem virðingavert. En stóra myndin sú að við erum ekki búin að gera nóg og við þurfum að gera betur. Og þess vegna segi ég, að því ég að horfa á ríkisstjórn sem að nær, sem að ég hefði haldið að hefði sjái hagsmuni sín í því að tengjast betur Evrópusambandinu. Ég ekkert endilega að tala að fara bara beint inn í Evrópusambandið, en það Evrópusambandið tekur þessi mál fastari tökum, ekki nóg, en samt fastari tökum heldur en Bandaríkjamenn. Nú þessi ríkisstjórn að sigla meira í átt til Bandaríkjanna, það bara einfaldlega við erum að sjá það. Hver ein helsta ógnun við okkur, Íslendinga, á norðurslóðum? Það stefna Bandaríkjaforseti í umhverfismálum. Þessi afneitunarstefna sem hann setur fram og ég held að það skipti gríðarlega miklu máli að við Íslendingar áttum okkur á því enn og aftur við erum ekki eyland, við getum ekki leyst þessi mál ein og þá eins gott að við tengjumst tryggðaböndum þeim þjóðum, Norðurlandaþjóðum, Evrópuþjóðum, hvað sem í gegnum Evrópusambandið, auðvitað kýsi ég það eða með öðrum hætti sem að raunverulega taka þessi mál að festu. Mér fannst umhverfisráðherra að vera að kalla eftir því á sínu tíma í loftslagsmálunum, á loftslagsstefnunni, en bara fyrirgefið, þú veist, meirihluti fékk ekki að ráða, en meirihluti fær þó að ráða innan Evrópusambandsins upp á það að gera að við berjumst gegn þessum málum og fyrir því að við leysum þetta með einhverjum hætti án þess að vera í endalausu afneitun. Það fyrsta skrefið eins og ég sagði áðan, fyrsta skrefið að viðurkenna loftslagsvána, það þekkja menn í öllum meðferðum. Fyrsta skrefið að viðurkenna vandann og ég vil fagna því að menn eru þó byrjaðir á því. Mér finnst nú kúnstugt að heyra formann Viðreisnar tala að viðurkenna vandann. Ég man nú eftir hennar stuðningi á þingi eða ekki stuðningi þegar fyrstu lögin loftslagsmál voru sett hérna 2012 sem þáverandi stjórnarandstaða sem formaður Viðreisnar tilheyrði þá hafði nú ekki mikinn áhuga á. Mér finnst þetta satt að segja kúnstugur málflutningur og minni mig nú bara á það sem menn ræddu hér áðan traust á stjórnmálum. Ég held nefnilega að traust á stjórnmálum gæti snúist líka það að fara rétt með staðreyndir og fara rétt með það sem gert Þar höfum við Vinstri græn verið í forystuhlutverki, bæði í ríkisstjórninni 9-13 og líka í þeirri ríkisstjórn sem nú situr. Sá árangur sem hefur náðst ótvíræður en auðvitað, eins og ég sagði hér áðan, munum við þurfa að gera betur. Það eru allir meðvitaðir það höfum við verið meðvitið frá því að Ég ætla að fá aðeins að svara þessu af því að ég hef svolítið gaman að því að Katrín einmitt að vísa það. Ég viðurkenni það alveg. Það var ákvarðanir fyrir tíma sem voru ekki góðir. Ég þó að reyna að þróa mig í átt að því að fara í átt að loftslagsmálum. En á móti kemur og þá Katrín að standa fyrir því sem að Vinstri græn hafa meðal annars staðið fyrir. Víðtækri uppbyggingu meðal annars á Bakka, virkjunarmál. Það eitt sem að þau segja en síðan framkvæmið allt annað. Þannig að ég ákveðin viðleitni hjá mér að reyna að gera rétt, reyna að breyta rétt, reyna að læra á sögunni, fjanda kollu. Ég ætla að stoppa núna, Sigurður, við ætlum bara að hafa þetta örstutt. Það má alveg nefna... Það nokkuð stuttorður. Mér finnst þessi umræða náttúrulega að vera einhvern veginn bara fáránleg og þvæla. Leiðtogaþjóð Evrópusambandsins, Þýskaland, núna að loka kjarnorkuverum en að fjölga kolaverum. Þeir hefðu náttúrulega átt að gera hefði gagnstæða. Ef að loftslagsvá heimsins væri algjörlega fólgin í því sem að Ísland gerði, þá væru við í góðum málum. Því að allt það sem við höfum gert hér síðan 1930, þegar við fórum í hitaveituna á sínum tíma og erum núna að hita upp öll hús með endurnýjanlegum orkugjöfum, hvort sem beint heitt vatn eða rafmagn, eitthvað sem engin önnur þjóð hefur náð ennþá. Þannig að við skulum ræða hlutina eins og þeir eru í raunverulega. Og af því að ég ætla að taka undir að það mjög gott og lofsamlegt af ykkur að verðlauna þetta unga fólk og segja að þau séu maður ársins vegna þess að vitundarvakningin, umræðan sem hefur vaknað við þeirra aðgerðir, hún góð. Og hvað hefur ríkisstjórnin gert í því? Jú, hún hefur tekið meðal annars samtal við þennan hóp
við ungmennin sem hafa staðið út á Austurvelli, við höfum tekið þeim ríkisstjórnarfund, við höfum talað við þau á vettvangi Norðurlandana því að það hefur verið minnst á það að við ættum að vera í alþjóðlegu samstarfi. Þar höfum við verið í fararbroddi á síðasta ári. Við settum að á næstu 10 árum ætlar Norræna ráðherranefndin og allt hið norræna samstarf að vinna að loftslagsmálum númer 1, 2 og 3, samkeppnishæfni Norðurlanda í grænum vexti. Og það var gert af okkar frumkvæði. Þurfum að setja punktinn. Og ég ætla bara að segja Við erum aðeins að fá að segja orðum. Ég ætla að ljúka því að samtali sem við höfum átt við ungmennin hefur haldið áfram og núna síðast í Stokkólmi á COP25 fór ég út og hitti ungmennin. Bara rétt á eftir ætlum við að fara í auglýsingar og svo komum við hérna aftur og við getum haldið loftslagsumræðinni áfram þá og þá talar Inga. Það er eins gott. Norðurál notar umhverfisvæna orku til álvinnslu og uppfyllir strangar kröfur umhverfisvernd og vöktun. Álið okkar er einhver grænasti málmur í heimi. Gleðilega hátíð. Norðurál. Hjá Isavia starfar fjölbreyttur hópur fólks sem hefur það að markmiði að vera hluti af góðu ferðalagi. Frá flugvöllum og starfsstöðvum land allt óskar starfsfólki Isavia þér gleðilegra jóla og farsældar á ferðalögum komandi árs. Your orders are to deliver a message calling off tomorrow's attack. If you fail, we will lose 1,600 men. Come on! We need to keep moving! There is only one way this war ends. Last man standing. 1917, frumsýnt 10. janúar í Sambíóunum. Þrátt fyrir storma og stórviðri heldur Rarik áfram að dreifa rafmagni til sjávar og sveita. Óskum landsmönnum gleðilegra jóla með von orkuríkt nýtt ár. Rótarskot er ný leið til að styrkja sjálfboðastarf björgunarsveitanna. Hvert rótarskot gefur græðling sem verður gróðursettur í nýja skógareitnum áramót og þau fást hjá björgunarsveitunum land allt. Tökum höndum saman og skjótum rótum. Slysavarnafélagið Landsbjörg. Með samstöðu hafa unnist margir sigrar, en við þurfum að halda vöku okkar, verja réttindi og sækja fram fyrir mannsæmandi kjörum, jöfnuði og lífsgæðum. Gleðilega hátíð, Alþýðusamband Íslands. Útsalan er hafin. IKEA. Með íslensku áli verða farartæki léttari og útblástur minnkar. Álið okkar er einhver grænasti málmur í heimi. Gleðilega hátíð. Norðurál. Já, loftslagsmálin eru augljóslega hitamál ársins og liggur öllum mikið á hjarta. Inga, við vorum búin að lofa að þú fengir að leggja orðið í belg. Hjartanlega fyrir. Leið og ég ætla að byrja á því að óska þessu unga fólki hjartanlega til hamingju með sína tilnefningu og útnefningu sem var sannarlega, vel
þau eru vel að því komin, þá vil ég benda á það sem verið að tala hér, það eru orkuskipti. Við erum að tala orkuskipti og hvernig við, litla Ísland, sem erum bara pínlítið baun í stóra alþjóðasamfélaginu, hvernig við getum gengið undan með góðu fordæmi og annað slíkt og kannski, já, hugsanlega alþjóðasamskiptum haft þau áhrif að virka á aðra út af við. Á sama tíma, við skulum tala tvískinnungin. Við skulum tala á sama tíma, þá erum við að brenna hér 66.000 tonnum af kolum á Bakka. Við erum ekki komið með raftengingar í skemmtiferðaskip sem spúa hér svartolíu þegar liggja hér við höfn. Við ráðumst frekar á einkabílum og við tölum orkuskipti, allt frábært. Meiri segja ég og öryrkinn og ofurlaunum hef ekki efni á að kaupa mér rafmagnsbíl. Ég gæti ekki keyrt hann því ég sé ekki til þess, en ég geti að láta einhvern annan gera það. En hvað það? Við erum alltaf að reyna að skapa okkur vinsældir og þykjast vera svo frábær. En það væri kannski alveg ástæða til þess að segja hvað vildum við virkilega gera í orkuskiptum og minnst að kosti gefa þá allri þjóðinni tækifæri á því að taka þátt í því og vera með í stað þess að vita það að við ætlum bara að leggja auka skatta, álögur, vegtóll og hvað eina sem refsa jafnvel þeim sem að keyra á gömlum druslum því það fátækasta fólkið, það fyrir á bílasölu og kaupir 12-15 ára gamlan bíl sem varla drullast fyrir horn, afsakið orðbragðið og brennir svoleiðis að kemur blá reykur úr því af því að hann svo lélegur í sínum bruna á sínu eldsneyti. Ég meina, við eigum náttúrulega virkilega ef við erum að meina það sem við segjum þá verðum við líka að sýna það í verki. Það ekki flóknara heldur en það. Ég kalla þetta tvískinnung og ef við viljum þessi orkuskipti þá eiga allir að fá að taka þátt í þeim og við eigum ekki að refsa fátækasta fólkinu. Halldóra, við förum bara yfir til þín eftir Hvaða hitaveitu ert þú alltaf að tala? Sér þú þennan tvískinnung eða finnst þér bara við vera ágætri leið hér? Mér finnst bara málflutningur og aðgerðir ríkisstjórnarflokkana og formönnur ríkisstjórnarflokkana hér við borðið áðan bara sýna svo stórkostlegt metnaðarleysi. Það einhvern veginn, málflutningurinn bara, þú veist, við erum ekki verst í heimi og þar af leiðandi þetta allt í lagi. Þá erum við á góðri leið og því við erum ekki alveg verst. En ég ætla bara að bæta við út í mér finnst, sko, ef við erum að tala raunverulega aðgerðir í loftslagsmálum, að þá þetta orðin tóm ef við erum ekki að skoða rót vandan sem hlýtur að vera efnahagskerfið okkar og undirliggjandi hugmyndafræði þar. Og við erum að taka skref í þessa átt þegar að verða vitundavakning, við erum byrjað að tala hluti eins og velsældarhagkerfið, en við verðum að fara að sjá aðgerðir. Og Píratar til dæmis lögðu fram þingmál núna með Samfylkingunni, við höfum lagt þetta fram saman grænan samfélagssáttmála og þetta skref í þá átt að skoða og fara í gang með aðgerðaráætlun í loftslagsmálum, raunverulega aðgerðaráætlun sem róttæk. Við verðum að taka róttæk skref, við getum ekki sætt okkur við það að bara því að við erum ekki alveg verst í heimi að þá sé bara allt á góðu róli hjá okkur. Logi, erum við að stefna rétt átt? Já, auðvitað erum við að gera það. Það sem náttúrulega merkilegt við þessa tilnefningu að þetta unga fólk okkur hvatning, gerir kröfu á okkur og veitir von og það fallegt. Við þurfum auðvitað að vinna þetta í mjög miklu alþjóðlegu samstarfi. Mannkynið meira eða minna orðið ein stór fjölskylda og á öllum sviðum líka þessu verðum við að vinna þetta saman. Grasrót Samfylkingarinnar samþykkti á flokksstjórnarfundi í vor mjög metnaðarfulla græna stefnu þar sem meðal annars líka krafist lögfestingar á þessum markmiðum okkar sem ég held að sé alveg nauðsynlegt. Ég veit vel að Vinstri græn og Katrín Jakobsdóttir vilja gera miklu betur heldur en þau þó ná í þessari ríkisstjórn. Þau eru því miður í augnablikki í vitlausu partíi. En ég held að með réttum stjórnvöldum þá eigum við að geta ná betri árangri vegna þess að þrátt fyrir allt það ágæta sem við erum að gera, þá eru Íslendingar per haus að losa einna mest í Evrópu og jafnvel heiminum. Þannig að við þurfum að gera betur. Sigmundur Davíð, þetta var hvöss spurning hjá krökkunum. Hvernig svarar þú henni? Þetta svara henni já eða nei? Erum við að gera nóg? Það ekki hægt að svara henni já eða nei og ég ætla ekki að taka mér að gagnrýna börn. Þetta mjög jákvætt ef börn láta til sín taka í samfélagsmálum og ég óska þeim til hamingju með þessi verðlaun. En það fullt tilefni til þess að gagnrýna fullorðna hins vegar fyrir þessa stöðu sem uppi núna varðandi þessi mál. Því að það á ekki að telja börnum trú það að heiminu sé að farast. Það ekki hlutverk barna að fræða fullorðna og bjarga þeim, heldur öfugt. Fullorðnir eiga að fræða börn og vernda þau.
Og það hvernig menn hafa verið að taka á þessum loftslagsmálum og búa til þennan skelfingarótta, eins og við heyrðum hérna í viðtalinu áðan, beinlínis talað loftslagskvíða núna og mörg börn sem einfaldlega óttast að heimurinn sé að farast. Þetta ekki gott. Og viðbrögðin fyrir vikið einkennast af sýndarmennsku frekar en raunverulegum aðgerðum sem að geta virkað. Hvað þurfti að gera? Hvað væri raunverulega aðgerð? Ég hélt meira en klukkutíma ræðum það á fyrsta landsþinginu okkar. Ekki núna. Hún snýrist bara loftslagsmál eða umhverfismál og lausnirnar í þeim efnum og hvernig mætti gera hlutina betur. En ég skal bara til að nefna dæmi. Við hljótum að þurfa að byggja á vísindum því sem hefur skilað okkur árangri til þessa. Bandarískur bíll sem að verður framleiddur núna, árgerð 2020, mengar innan við 1% af því sem sams konar bíll gerði fyrir 50 árum. Og koltvísýringur ekki mengun. Koltvísýringur, það það sem í þessu sótavatsglasi hérna. Eitt eðlilegasta efni í heimi. En þetta gróðurhúsalofttegund sem getur haft áhrif á hitasti jarðarinnar. Og þess vegna viljum við reyna að draga úr umfangi þess. En það gerum við ekki til dæmis með því að fara yfir í vindmyllur. Hvernig eru þær framleiddar? Þær eru framleiddar með stáli sem búið til í Kína, gríðarlegu magn af stáli sem búið til með kolabrunna í Kína, flutt með flutningaskipum til Evrópu úr seglum sem eru búin að eyðileggja heilt hérað í Kína og þannig mætti lengi telja með þessar gagnslausu lausnir sem að boðaðar eru í umhverfismálum. En ef við spyrjum það sem hægt að gera hér, ertu að segja að Íslendingar þurfi í rauninni ekkert að gera? Þetta sé svona bara að leysa sig sjálf. Íslendingar hafa staðið sig vel, við getum þetta alltaf gert betur, en Ísland stendur sig ótrúlega vel í loftslagsmálum vegna þess að nánast öll okkar orka unnin með endurnýjanlegum hætti, þó að Logi bendi á það að losun hvernig Ísland þrefalt meira en að meðaltali heimsvísu. Við erum hér að framleiða ál fyrir margfalt fleira fólk en okkur hér innanlands. Ef þetta sama ál væri framleitt í Kína, myndi það losa tífalt af magn sem það gerir hér. Svoleiðis að þessi framleiðsla okkar hér á Íslandi, þó hún skapi losun, engu að síður mjög umhverfisvæn og að spara heiminum losun. Og þetta það sem vantar í þessi loftslagsmál, að líta á heildarmyndina. Menn líta aldrei á heildarmyndina og svona stórt mál verður ekki leyst öðruvísi en að skoða heildarmyndina. Katrín, er það bara framlag Íslands kannski, að framleiða meira og meira með áli? Nei, það ekki framlag Íslands, en við erum vissulega að horfa á heildarmyndina og það skiptir miklu máli. Í því felast líka mikil tækifæri að verða okkur sjálfbærir mikil. Það felast í því mikil tækifæri fyrir Ísland til að mynda þegar við horfum á orkuskipti í samgöngum að draga úr því hve háð við erum innfluttum orkugjöfum, svo dæmi sé tekið. Þannig að ég held að við erum að horfa á það sem við erum að gera út frá raunhæfum aðgerðum, horfa til rannsókna og nýsköpunar eins og við erum núna að gera með því að forgangsraða fjármunum í auknar rannsóknir og nýsköpun á þessu sviði, horfa til líka breyttra ferðavenja og samgöngumáta. Bjarni nefndi hér nýjar ívilnanir sem gangi í gildi áramótin. Það snúast rafhjól og reiðhjól því við erum að breyta líka ferðavenjum okkar. Við erum að fjárfesta í almenningssamgöngum með miklu markvissari hætti en áður hefur verið gert. Þetta aðeins eitt skref og við þurfum auðvitað að horfa á heildarmyndina. En ég vek athygli á því að margir hér við borðið voru nú áhuga fólkum fleiri álver hér fyrir á tíð þó að allir séu nú komnir á grænu brautina í þeim málum sem til bara góðs tekið fram. En álverin skrifuðu undir það á þessu ári að þau vilja líka stefna kolefnishlutleysi 2040. Þar eru íslensk nýsköpun að kynna nýjar leiðir það hvernig við getum bundið kolefni til að mynda í bergi. Ég held að við eigum að horfa til þess sem við erum að gera vel. Þar með ég ekki að segja að við séum búin að gera nóg, við eigum að gera betur, við eigum að nýta það sem við kunnum, gera betur, fjárfesta meira í þessu, það það sem við erum að gera. Þetta akkurat það sem við erum að gera, nýta vísindin, tæknina, eins og sjávarútvegur hefur gert með mjög miklum árangri, en ekki fara í tilgangslausar jafnvel skaðlegar aðgerðir eins og að mókun í skurði og slíkt. En ég vil segja það líka að við erum að taka forystu. Sigurður Ingi nefndi forystu á Norðurlöndum. Einhverjum kann að finnast það óáhugavert. Það gríðarlega mikilvægt að við fengum það í gegn að það var samþykkt þessi framtíðarsýn fyrir Norðurlöndin þar sem loftslagsmálin í aðalhlutverki. Og það það sem við erum að gera. Allt talum annað bara ekki rétt. Þá höllum okkur með að samvinna við Evrópuríki sem að sýna metnað í stað þess að vera að beina fókusnu núna að Bandaríkjunum sem að eru á kolvillisri leið. Hvaða rugl umræða í gangi hérna? Það ótrúlegt að hlusta á hér formann Viðreisnar afneita Evrópustefnu flokksins
að flokkurinn hann ætli jú alls ekkert að fara með Íslandin í Evrópusambandið og næst býð ég bara eftir að Logi segja það sama, sko. Ég býð bara eftir því líka. Það verður ekki. Nei, það verður ekki. Lendir ekki vel í morgun, Bjarni? Þeir eru hætt við Evrópustefnu og hlusta síðan á það í framhaldinu að þessi ríkisstjórn standi gegn frekari samvinnu við Evrópusambandið. Við vorum að gefa út skýrslu núna daginn 20 ára farsælt samstarf við Evrópusambandið á grundvelli EES-samningsins. Farsælt samstarf. Og þó að varaforseti Bandaríkjanna komi hér í kurteisis heimsókn, hefur þá ríkisstjórnin tekið einhverja sveigju á leið sinni frá Evrópu til Bandaríkjanna. Ég bara skil ekki hvert menn að fara. Menn bara að kokka upp. Þetta bara að kokka upp einhverjum. Ég fagna því sérstaklega ef að menn að fara núna og draga tilbaka. Draga hvað tilbaka? Það þurfti 2 ár til að vekja ykkur út af orkupakkanum. Þið voru skítlofandi hrædd hérna við Miðflokkinn og þá vöknuðu þau. Þetta er bara augljóst mál. En eru þið hætt við Evrópustefnuna? Nei, alls ekki. Og ég var að segja það og hvetja ykkur til að koma með okkur. Íslensk stjórnvöld hafa beint sjónum meira að Bandaríkjamönnum og ég vara nú við því að þegar hér var Pence nefndur, þegar að utanríkisráðherra er að blanda saman hernaðaruppbygging og viðskiptum sem er náttúrulega eitraðu kokteil, að þá verður maður nú svona pínu skerkaður. Það verður að kokka upp einhverja vitleysu hérna. Tóku þið ekkert eftir því að Merkel ákvað að koma til Íslands í formennsku Íslands í norrænu samstarfi til að hitta forystu þjóðir Evrópu sem eru Norðurlönd? Jú, en ertu búin að gleyma því að í upphafi okkar forsætis í þeirri ágætu nefnd þá var í fyrsta skipti í langan tíma ekki skrifað undir yfirlýsingu vegna þess að Bandaríkin beittu neitunarvaldi. Þú ert að tala um Norðurskautsráð Ég er að tala um en ekki Norðurlandaráð, en allt í lagi. Norðurskautsráð. En ég held að sé einmitt svo mikilvægt. Ég bara minna það sem ég sagði áðan traust á stjórnmálum og það er svo mikilvægt að vera með staðreyndirnar á hreinu. Traust á stjórnmálum. Talandi traust á stjórnmálum, þá er náttúrulega fyrirheit til kjósenda, það sem að stjórnmálamenn náttúrulega eru beðnir að fara eftir og okkur langar aðeins að spyrja fyrirheit áramót, þá strengja menn oft loforð fyrir sjálfa sig, ætla að skokka meira eða borða minna eða flugvélum, skipta upp í rafbíl. Byrjum á þér, Inga. Hver er þín áramótaheit? Ertu búin að undirbúa þau? Já, ég get sagt ykkur það að ég skal fara í fantaform á árinu. Búin að missa 6 kíló bara, ég tek simma alveg í bakaríi núna og ætla bara að vera búin að missa 10 kíló bara strax í vor. Er þetta áskorun hérna? Þetta er bara, hei, hver er með mér hérna? En jú, ég ætla líka að halda áfram að berjast að þeirri hugsjón sem ég hefi gert. Læt ekki deigan síga, bögga þau öll alveg eins og ég mögulega get, eins og maður segir á vondri íslensku og held áfram að berjast fyrir bættum kjörum fátækra á Íslandi. Til þess er ég hér og hef þann heiður að fá að vera með ykkur í þessari kryddsíld. Þannig að ég segi, ég held að nýja árið eigi bara eftir að sýna enn frekar hver flokkur fólksins er. Og ég mun bara, vera verulega stolt að sigla inn í nýja árið, miklu grennir þegar ég hitt ykkur í kryddsíldinni eftir ár. Bjarni, þú ert að verða afi, spennandi ár framundan. Einhver áramótaheit á dögunni meðfram þessu nýja hlutverki? Ég verð að vera góður afi, það er náttúrulega. Hérna, ef það er eitthvað sem er eftir í huga þegar ég er spurður svona ískaldur, sko, þá er það bara það að kannski að reyna að sinna fjölskyldunni betur og reyna að hámarka þessar fáu stundir sem maður á með sínum nánustu og þar með talið þeim sem bætast við á árinu í fjölskyldunni. Það held ég að sé nú bara nokkuð gott markmið fyrir stjórnmálamann vegna þess að líf okkar dagstaglega er dálítið sundurtætt og oft farast fyrir þessi mikilvægustu mál og það eru stundirnar með þeim sem að standa manni næst og standa líka á bakvið mann þegar maður þarf mest á því að halda. Sammála. Sigurður Ingi, strengir þú áramótaheit? Já, ég hef gert það of oft og þannig að nú er ég búin að læra af reynslunni að hafa þau hóstiltari, þannig að maður getur náð þeim, þó það sé reyndar eitt áramótaheit sem að ég ætla að tileinka mig núna að þó svo maður ná ekki einhverju markmiði sínu 1, 2, 3, þá er það ekki tap, þá byrjar maður bara næsta dag aftur. Þannig ætla ég að lifa næsta ár, ég held að 2020 verði
mjög gott ár, 2019 var fínt ár, en ég ætla að strengja þess að 2020 verði okkur öllum Íslendingum enn betra en 2019. Já, þetta hljómar allt saman voðalega vel, Halldóra. Ert þú búin að marka þér einhverja stefnu eða setja eitthvað markmið? Ég held að finna einhvers konar jafnvægi á milli vinnu og einkalífs, meiri tíma fyrir dóttur mína og ég var svo heppin að ég fann manni minn á þessu ári, sem yndislegt. Já, takk. Og Þú varst í húsnæðisvandræðum, það ekki líka? Jú, og ég fann húsnæði, þannig að ég er mjög ánægð með það líka. Og að reyna, ég held að það sé alltaf áskorun í þessu starfi, finn ég meira og meira að reyna að vera trú og samkvæm sjálfur mér. Þannig að það er svona annað áramótaheit ásamt því að stunda meira jóga. Það skiptir gífurlega miklu máli. Förum hérna yfir Þorgerður, Katrín. Já, pólitíkin, ég ætla ekki alveg að sleppa henni sko. Því að hún er bara svo stór hluti af lífið mínu og það er það skemmtilega við þetta. Annars verið í pólitíkinni að Það er ekki komið meira með mér á árinu. Já, ég er í hérna hólkur og það er ekki ástæðalausi sem ég er í. En maður er að horfa á ríkisstjórnina núna og hún minnir svolítið á ríkisstjórnina 2009-13 sem var bara hélt út bara til þess að halda. Og ég ætla að reyna, og við í Viðreisn að halda henni við efnið, ekki bara að hún starfi hérna bara til þess að geta starfað út í 4 ár, það þarf að breyta ýmsu. En síðan persónulega þá talaði ég með vinkona mína í fyrradag, mikla vinkona mína sem lagði mér þær lífsreglur að láta hjartað ráða alltaf fyrr. Og hún sagði þú hefur gert það fram til þess en ekki gleyma því. Og ég ætla að gera það, ég ætla að fara inn í nýja árið. Þannig að reyna að muna að knúsa þau hérna við borðið reglulega, en ekki síst fjölskylduna og ég held að ef maður lætur hjartaráða för í ýmsum ákvörðunum og það kemur heilinn síðan á eftir, hann styður það sem er hjartanu næst. Þannig að ég ætla einhvern veginn að fara þannig inn í árið. Svolítið eins og með stjórnarsáttmála. Ekki eyðileggja þetta fyrir mér, en ég ætla samt að láta hjartaráða för og segja þetta var vel meint. Þetta var vel meint. Verður þú svona meira áramótin líka, Sigmundur? Já, ég er það núna eftir að hlusta á Þorgerði, en ég held bara áfram að reyna með það sem ekki hefur tekist til þessa. Eins og Bjarni og fleiri nefndu að sinna fjölskyldunni betur, að vera stundvísari, skipulaðri. Já. Við tökum undir það. Ég segi skál fyrir því. Og auðvitað að léttast aftur. Ég var nú búin að missa 30 kíló, svo hefur aðeins bæst á þetta aftur núna eftir ég slakkaði á því sumar. Þannig að ég ætla að taka mig tak aftur svo að ég geti loksins raka mig, vonandi á nýja árinu, ef ég kemst undir markmiðið. Og ætli þurfi svo ekki að fara í söngtíma fyrst að Ég bindi bara aftan í hjólinn hjá mér, skrá mig óviljugan í kórinn en að yngu. Já, Við munum syngja saman á nýja ári. Formaður vinsælasta stjórnmálaflokksins, hann ætla væntanlega að reyna að halda þessu fylgi. Ég ætla nú fyrst og fremst að reyna að vera svona skárri maður heldur en ég var á síðasta ári. Og varstu svona vondulur? Ég er nú svo heppinn að búa sem sagt fjarri fjölskyldu minni og hverja helgi þá heimsæki ég hana og það er alltaf gleðilegt og ég ætla nú að reyna að vera bara duglegri þegar ég kem þangað að sinna húsverkum og vera góður við þau. En ég ætla líka að eyða talsverðum tíma á árinu í að hitta sveitarstjórnarfólk og almenna flokksmenn af því að það voru þau sem að björguðu þessum flokki á ögurstundu fyrir 3 árum og lyftu honum aftur upp þannig að hann er svona að verða stöðugra apparat heldur en hann var þá að minnsta kosti. Þannig að þetta er það sem ég ætla svona að einbeita mér að. Þetta er allt fínustu markmið, Katrín. Ertu búin að setja eitthvað á blaðið eða? Nei, ég er nú svona skipuleg þegar kemur á pólitísku markmiðum og þau eru öll skráð á blað en persónuleg markmið mín eru mjög óljós en þau eru alltaf þau sömu hver áramót og það er að gera eitthvað sem ég hef ekki gert áður á nýju ári. Hvað gerðir þú þessu ári? Ég til dæmis fór í golf í fyrsta sinn á ævinni. Já, vel gert. Og það vakti bara almenna kátínu, golfar á Akureyrarvelli og ég skemmti mér konunglega og síðan gerði ég, og það telur allt sko. Ég fór í sturtu á flugvelli, ég hafði aldrei farið í sturtu á flugvelli, ég bara mæli með því, það er skemmtilega ný reynsla. Og maður á alltaf að gera eitthvað nýtt sko, annars er hættan svo að maður verði bara einhver sem maður var í hitti fyrra.
Þetta almennt heit að gera eitthvað nýtt. Þetta Alltaf ekki sama eitthvað sérstakt. heitið. En árið og tíminn hér í dag að fljúga frá okkur og okkur langar auðvitað bara að þakka ykkur kærlega fyrir að vera með okkur hérna í dag. Fá okkur kannski bara til að lyfta glösum. Hefur ekki að skála þá fyrir árinu sem að líða? En ekki hattar og skál. Skál fyrir árinu. Skál fyrir komandi ári. Skál. Já, þannig það. Það komið tími til að kveðja og þakka gestum okkar öllum og ykkur öllum fyrir samveruna í dag og á árinu öllu. Við ljúkum Kryddsíld með lagi sem hlýtur að teljast eitt af lögum gamla ársins sem á nú bara fáeina tíma eftir. Já, hér hann Auður með lagið Enginn eins og þú. Gleðilegt ár öll, þakka til að hitta ykkur á nýja árinu 2020 og hittust nú heil. Baby, ég smá busy, ekki óná það. Nágrannarnir kvarta undan hávaða. Ég skal gera allt sem þú þarfnast. Baby, komdu bara, segðu hvað. Ég skal gera allt sem þú þarfnast. Baby, komdu bara, segðu hvað. Því það enginn eins og þú. Enginn eins og þú. Því það enginn eins og þú. Enginn eins og þú. Hún setur skrítinn sælusvip á andlitið. Skilur ekkert eftir nema ilmvatni. Þú veist, hún dansar eins og djöfullinn. Hvern á ég að vita hvort að ég sé fórnarlamb eða böðullinn. Því það enginn eins og þú. Enginn eins og þú. Því það enginn eins og þú. Enginn eins og þú. Enginn sem að fær mig til að gera það sem þú biður alltaf.